og velkomin í ljósleiðaradeildina. Umferð 4 byrjar hér og nú. Var þetta nú dramatískt fyrir þig? Þetta var vel dramatískt, sko. Já, næs. En ég meina það, þú veist. Ég er æfa mín. Ég er all in í dramað, sko. Það er bara go for it, sko. Elskum drama. Og ég er með ykkur í kvöld. Jón Þór Ísfeld Hermannsson. Já, sko, herðu, ánægði með, náður öllu. Já, myndi mig á það, senast. Þá, með mannsinn aðalmann, sko. Já, eins gott. Því annars verður þetta orðið dramatískt, sko. Annars verður það dramatískt. Það er bara nákvæmlega þannig. Við erum annars komin á 4. umferðina af 9 sléttum síðan úrslitakeppnin endar. Nóg eftir. Nóg af stigum eftir í pottinum eins og við segjum og mér langar bara að kalla eftir leikjum vikunar því að við erum búin að velja bangers fyrir menn. Ó já. Menn og konur. Ó já. Í kvöld á sama tíma og við erum með Ármann Veka er Venus EFH. Sjáum hvort að EFH ná að hoppa tilbaka. Þeir voru bara... Það er vonandi. Já, þetta bara... svakalegur ósigur hjá þeim í seinustu umferð en við munum sýna frá Ármann Veka síðan á 5. þá er Dusty Ravík, Kano Saga og IA Þór og við munum síðan sýna frá Kano Saga á 5. bara svona þannig að við vitum að því. Ó já. Bak við eyrað. Það verður leikur. Síðan hlátum við bara sveittir inn í podcastöðinni að velja næstu umferðir. Já. Og við litaðir af toppbaráttu. Ég viðurkenni það. Já, ég meina, þú veist, núna er þetta að byrja að koma í ljós. Það eru 4 lið sem að mér langar að horfa á hérna. Já, algjörlega. Það er nákvæmlega þannig. En Veka Ármann, það verður skemmtileg leikur. Já. Við kannski köllum eftir elsku bestu stöðutöflun okkar, svona til að fólk átta sig á því, væginu í þessum leik sem að er að fara að spila þetta í kvöld. Dusty Þór á toppnum, síðan eru í 3. og 4. sæti eru Ármann og Veka. Veka búin að koma örlítið á óvart á þessu tímabili, svo sem ekkert eitthvað svakalegur, byrjuðu náttúrulega síðan tímabil ömurlega. Jú, þeir eru búin að koma hellinga óvart. Þetta er náttúrulega annað sætis liði Veka og við erum ekki að búast til sigurum af þessu liði. Nei, þetta er annað sæti. Ég vil til öðru. Já, en þessari bestu 3 seríum hafa verið on top. Já, veldur betur. Ég skal samt viðurkenna eitt. Þeir eru búin að sigra núna Kano. Ég spáði þeim sigra móti Kano. Já. Þeir eru búin að sigra Ravík. Við báðir spáðum sigra móti Ravík. Þeir eru búin að taka 1 uppsett. Já. Sem að er höttur. Hörku uppsett þar, sko. Og mér er alveg sama hvað það er að segja. Þetta var uppsett. Já, ég er bara hjartalega sammála, sko. Það er nákvæmlega þannig. Þetta er, eins og þú segir, þessi leikur í kvöld svona þá kemur ljós hvort liðið er að fara að skilja sig að frá hinu og bara og sitja hana í topp 3. Já, það er nefnilega nákvæmlega þannig. Ármann, margir að búast náttúrulega við því, svona sögulega séð, þá hafa þeir staðið sig mjög vel í deildakeppnum og síðan, öllum öðrum. Bara drullaði degið í rauninni í stórmeistaramótum og öðru. Já, það er svoleiðis. Já, bestu 3 er ekki vinnu þeirra. Já, so far, so good. So far, so good. Ef ekki segja það. Þú bentir mér á það að þetta er eina liðið sem hefur ekki tapað mappi. Það hefur ekki droppað mappi ennþá. Já, í bestu 3 seríu er það svo sem ágætt. En síðan er Saga þarna með 4 stig, eru búin að tapa 1 seríu. Höttur, þeir eru á taprinu, 2 leikir. Nú vantar mig hérna voice-boardið, sko. Já. Kano, Ravík, IA, Venus. Þetta eru svona 4 liðin sem að við bjuggumst nokkurn veginn við að væru á botninum. Kannski ekki endilega í þessari röð. Nei, já. Cirka í þessari röð. Getur svissa 2 liðum hana fyrir miðju að þessum 4? Já. Og þá eru við nokkurn veginn komni með það. En það er svo sem ekki það vanbúnaði en að fara yfir fyrsta lið kvöldsins og mér langar að byrja á Veka. Já, ánægði með þig. Já, þeir eru búin að standa þessi alltaf frábælega. Ó já. En það er Vírus, Stjáni Guli, Vanger, Bjarni og Furious, eða Furry eins og stelpunni köllan. Mér finnst það æðislegt. Já, það má rífast það. Ég er ekki hrifinn af því.
En Nei, ég vera nei. each to their own. Já, það er nokkuð þannig. Við erum ekki fara að skamma reitt fyrir það. Nei, alls ekki. En það eru sko nokkrir bitar í þessu púsli sem að náttúrulega koma nýjarðinn. Bjarni og Stjáni koma glænýr inn í þetta line-up, og mér langar að kalla hann Breiðabliks-kjarnan út af því þið hétu Breiðablik á seinasta tímabili. En eins og réttilega hefur verið bent á, þá er þetta í rauninni, þetta eru allt Vega-leikmenn og þeir eiginlega breyttu bara í Vega vegna þess að það var bara rétt nefn. Þetta var miklu meira Vega-lið heldur en einhvern tímann eitthvað Breiðablik eða F. Já, er þetta ekki bara, og urðu svona ákveðin, ég veit ekki, ég var að segja, hafi verið vonsviknir Blikar út í þetta lið. Já. Ég myndi gera ráð fyrir því. Já. Og þess vegna er þetta Vega inn í dag. Mér gruna það. Gæti verið. Stóðu samt alveg ágætlega á seinnipartinum, sko. Já, það er seinnipartinum. Það skiptir ekki máli. Drullaðir á því í fyrri, sko. Voru í 5. sæti, sko. Drullaði á sig í fyrri. Hefði getað endað í 3. Það er satt. Man á að setja standard. En Vega, þau að fara í því að komast í 3. sæti hérna í kvöld. Jafnvel, þegar ég að fyrsta leik kvöldsins, er 2-0 aftur á toppin. Bang. Það er kallt á toppinum, ha? Það er kallt á toppinum. Og eitt af fáið skiptum sem að Vega er á toppinum. Já, það endist aldrei lengi. Nei, aldrei. Þeir þurftu sko, ég ætla að spóla tilbaka bara svona fyrir history nerds, með þess að bara í CSGO tíman. Þeir þurftu að kalla í sko 1,6 hetju til að sigra það land. Já. Skæfin. Bara gaman að vitna í það. Já. Gleymist aldrei. Nei. Eitt sem að hefur unnið gull. Pældi því. Já. Nei, ok. Nóðum það. Þetta er skemmtilegt side point. Hins vegar, þá er Bjarni, innkoma hans og upp á ákveðnu marki líka Stjána, inn í þetta lið er ekkert annað en frábær viðbót fyrir hennar kjarna. Bjarni mjög góð viðbót og svo gaman að segja frá því, ég vinn með Stjána. Já, það? Hann vinnur í sama fyrirtæki við. Já. Og hitt hann í dag. Já. Það var hann var brattur eða? Það var eitthvað að dunda sér. Já, hún ætlaði nú að vera leiðilega við mig í dag. Þannig ég ætla að vera svolítið leiðilega við hann. Já. Ég er búin að vera leiðilega við maður. Já, hendi hann einni saltpillu eða svo. Nei, ég segi svona mér Stjáni búin að koma örlítið óvart, Já. Þú veist, ég var ekki að búast við miklu frá honum, en við höfum alveg séð leikið þar sem hann er Vega. Já. Það er bara svoleiðis og það sé erfitt að gera það sérstaklega með Vírus og Anker og Bjarna og Furious með liðið, sko. Ég er kannski ekki að spá pop-off leikjum hjá Stjána, því að möppin sem ég er búin að spá eru kannski ekkert honum hagstæðir heldur en önnur. Ég er búin að spá Dust 2, hann karriði senast í Dust 2 einmitt. Þannig að það gæti verið að hann eigi góða leik þar og það gæti verið lykillinn að sigri hjá Vega sökum þess að við munum fá Dust 2 í þessari seríu held ég, nema þessi vídeó af Vega í fyrsta sem er mjög ólíklegt. Já, hvað það verður áhugavert að horfa á. Vá. Já. Ég var ekki að fatta það bara fyrir núna þegar þú segir þetta, sko. Ég er alveg spenntur maður. Ég held að vera nefnilega helviti skemmtileg sería, það er bara þannig. En sko, við getum eiginlega ekki litið frá því að þegar þessi tvö lið er að fara að mætast, bara Vírus á móti Ofvirk. Þetta er kóngurinn á móti prinsinum. Íslands allavega. Þetta er, heldur betur. Vírus var náttúrulega ungur og hungraður að leita upp í Ofvirk, hérna í gamla daga. Fórum vel yfir það í spjallinu við hann, podcastinu okkar. Já. Frakkið. Sem ég mæli þátturinn með Vírus ég mæli eindreið með. Já. Sko, Vírus er bara elskaður af svona 99,5% leikmanna. Já, ég held að senasti einstaklingur sem að þólar hann ekki, hann bara, ég veit ekki hvað hann gerði. Sko, í þessum 0,5% eru Ofvirkur og ADHD og svona einn annar vappi. Já, hann er leiðilegt að mæta. Hann er leiðilegur. Já, þetta er yndislaugur og frábær vappi og langlífur eitthvað hinn. Já, við getum ekki litið fram til því að vapparnir í þessari deild sem að hafa verið, náttúrulega Vírus, Ofvirkur, ADHD, the list goes ekki that much on. Nei. Þeir eru búin að vera í deildinni og þeir eru búin að vera
langlifir og lengi með lið sem að eru byggð í kringum þá Já. og yfirleitt svona usual suspect sko. Algjörlega. En þið kunna að láta sig virka. Já, algjörlega. Þá getum við kíkt á lið Ármanns. Ármann, þeir eru búin að sigra alla leiki. Það svoleiðis. En sumir þeirra leikja hafa ekki verið samfærandi. Nei, þeir eru búin að vera þokkalega valdir og síðan einhvern veginn keyra sig í gang. Já, þetta sko þegar þið unnu Ía í Ancient og núna þeir unnu Ravík í Dust 2 í senastu 2 seríum. Já. Það myndi mig óneitanlega á mýmið þar sem að það er gaurinn vinnur einhverja medalíu, stendur á pallinum alveg hristir og bara alveg og síðan zoomast út og þá er einn í fyrsta og annar í öðru. Já. Þetta var ekki einhver til að rósast yfir og ég held að þeir séu bara sama sinni. Já, ég held að þetta er svona eru búin að vera oftar en ekki á backfight en við í þessum svona möppum sem við erum að búast við að þeir eru gjörsamlega valdi. Já. Ég veit ekki, þetta verður áhugavert að sjá hvernig þetta lið mun spila í dag sko. Heldur að klötsfaktorinn eftir að spila stórt hlutverk hérna í leik Ármanns í kvöld? Já, hjá báðu liðum. Já. Ég held að þetta verður rosalega mikið svona 2v2, 1v1 atriði eitthvað. Þetta eru mjög áþekk lið og bæði, kjarnin úr Sors. Já. Og þetta fer bara eftir vítóinu sko. Það er hvort liði gugnar sko, í vító og vító var þeirra mapp. Gæi sem að við náttúrulega erum búin að tala rosalega mikið svona í gennum tíðina að hann hefur ekki verið að standa sig vel. Það er Thomsen. Við náttúrulega kusum hann sem lélegasta leikmannin í Ármann. Allt gott og blessað. Annar leikmaður sem að er svipaður og Stjáni Gulli, roleplayer, er að spila svona fyrir liðið, aftur átti pop-off leik í Dust 2 einmitt í senasta. Þannig að erum við ekki bara að fara að tala Stjáni Gulli versus Thomsen í þessu matchup-eða? Jú, það gæti alveg enda sér svo. Ég veit ekki, mér er samt Stjáni Gulli vera meira svona guddi, sko. Það er þannig? Já. Hver er Thomsen í liði? Það er einhver á bekknum bara. Einhver á bekknum? Sim eða Deathkick? Já, Sim. Sim? Já, ég held það. Simsalabim, það er nákvæmlega þannig. Kíkjum á ofvirksamt. Hann er svona gaur sem að er svona matchuppið okkar sko. Vírus á móti ofvirk. Þetta verður mjög áhugavert að sjá sko, talaði ekki Magnús að hann væri alltaf að reyna að vera einu skrifa undan ofvirk í vappanum. Hvert þið fara og reyna að hugsa hvað ofvirkur alltaf er að gera og það verður gaman að sjá hvernig er manni gangaðinn í dag. Ég er ekkert alltaf vissum að það gangi neitt bilaðislega vel á móti ofvirk í dag. Nei, það fer náttúrulega eftir í hvernig þetta mun matsast upp og sérstaklega þá á við hvert við förum í kortum. Ég spáði Dust 2, Nuke og Anubis en við skulum kíkja á vídeóið og sjá hvort það hafi rétt fyrir mér. Allt saman spá. Algjörlega. Þetta verður áhugavert að sjá. Sko, ef að Dust 2 kemur ekki þá er eitthvað glitch in the Matrix sko. Bæði liðin með þess að spila það sko. Vertigo bannað af Ármann bara takk from the bottom of my heart og þeir þurfa eiginlega að banna út þegar Vega spila það sko. Já, og sko ef að Vega banna Dust 2 hér þá er þeir að setja sjálfur sig nokkuð vel upp finnst mér í sigur eiginlega sko. Jafnvel þótt að ég held að þeir bannaði ekki banna Anubis. Banna Anubis, ok, Anubis fer út, ok, vil ég ekki spila það tilbúinir, en síðan hvort lið á að velja Dust 2? Þetta er bæði Dust lið. Sko, Vega er að fara að pikka núkjana. Ég held að, heldur það? Já. Ég kann ekki með Bjarna innbyrðis. Já, mikið sens. Ármann eiga first pick. Já, og þeir hljóta að pikka Dust 2 til að það verði ekki decider. Já, Dust 2 pikka Ármann. Ég spái Nuke pikki hérna. Já, kemur eitt óvart. Kjarnir er mjög góður, svona fyrir utan að rampurinn hjá Stjána Gula hefur verið að leka örlítið. Þá myndi ég samt segja að það væri svona sterkasta mappir á matchuppinu á móti Ármann. Þrátt fyrir það við vorum búin að tala að Ármann er frábært núklið á sínum degi. Já. Inferno pikkaða Vega. Áhugavert. Mjög áhugavert. Þetta er
Bjarni náttúrulega þegar hann var í Dusty þá spilaði hann Inferno töluvert. Ég ekkert allt og vissum að þetta væri rosalega skemmtilegu leikur fyrir Ármann hann í Inferno. Nei, örugglega ekki. Nei. En við erum aðspannað af Ármann og við erum að fara í Ancient. Núk bannað af Vega. Hvað? Einmitt. Þetta ég sé ekki annað en target bann hafa. Vilja frekar mæta þeim Ancient. Voru náttúrulega mjög valdir líka á móti IA. Ég held sér klókt vító hjá þeim. Já, sko ég skil Núk bannið hjá Vega. Ofvirkur óþólandi í CT, les mjög vel leikinn. Byrju, já, ég ætla að rita eitt niður hjá mér í kvelli líka. Ég sé að þú ert byrjaður á pennanum, sko. Þá man ég eftir mínu líka, sko. En, sko. Hvað, möppin eða? Já, annars gleymi ég þessu bara. Þetta er sammið, sko. Herri, já, ég man þetta ennþá. Já, engar það var Dust 2 Inferno Ancient. Já, ég með frammeila skæða bara. En það svo þær. Nei, segir svona. Þegar við förum samt bara yfir fyrsta mappið og við rýnum örlítið í það. Þetta náttúrulega, þetta vappaparadís. Við vitum það. Midsmoker, alltaf kastað, skátar hafa verið að skara fram úr líka. En önnur spurning, svona spurning sem ég langar að twista þetta í, þegar þú horfir fram hjá veppunum, því að við vitum að vappanir er að fara að vera key hlutverk hérna. Já. Hvaða leikmenn á riffil heldur að það sé að fara að skara fram úr hérna? Sko Hundsi, BLB, hann á í hérna fastegn. Ég gæti alveg trú að Thomsen, já, þú veist að gera eitthvað glóri yfir einhvern veginn á loginu, bara svona óvart einhvern veginn. Ég aðalega að horfa á þá. Hinum meginn að Furious. Já. Ekki að tala ég verði að henda Stjána gula í þetta. Ég verði að gera það. Stjáni... Fyrst ég nefndi Thomsen hinum meginn, sko. Ég verði að henda það. Nákvæmlega. Já, mér finnst áhugavert þegar við pælum sig hann í að þarna ég hvatti lið til að skoða leiki hjá öðrum liðum því að ef að Hundsi ætlar að ná í einhverja fasteign hann á ekki að fá hana fría þessu sinni, hann fekk alveg skuldlaus seinast. Já, og var alveg bara vandræðilegt að horfa á það, sko. Það bara komst alltaf í BLB eða bak, eða þú veist, það var alltaf einhvern veginn að klóra í bakið á hinum. Sem virkilega óþægilegt. Já, bara á ekki gerast, ekki á þessu leveli, þannig að ef að þeir eru búin að horfa á myndbönd einn leik og þá munið þeir komast að nákvæmlega hver að fara að mæta hérna. Þeir eru búin að spila það bæði á móti Kano og móti Ravík. Eiga að vita upp á hár hvað var að virka á Ármann og hvernig þið voru að róta þetta sérstaklega í CT og hvað þið voru að gera í TER sem var eina svo sem ekki spyrð, maður er engin með engin að finna upp hjólið í Dust 2, sko. Nei, það er bara ekki hægt. Það er búið að finna upp hjólið bara 700 sinnum í Dust og getur ekkert mikið óttar en það. Það er eiginlega bara CT-vörnin. Það er eiginlega bara CT-vörnin sem að hefur verið svona pingu endur uppgötuð svona upp á síkastið. Já. En þarna það er rauninni bara þetta blessaða bústana, self-bústi á short. Já. Ég er ennþá að reyna að gúttir þetta búst einhvern veginn. Það? Mér finnst þetta er svo... Maður er einhvern veginn, herri, getið þið bústið mér bara short? Og já, hoppaði bara hana. Maður er ennþá svona þetta er svo bekkurinn í mér aðs. Já. Maður er heil lengi að ná þessu alveg en síðan bara, ok, þetta er geðvægt. Já. Og ég þól ekki bekkinn í mér aðs, sko. Ég fílaði actually meira þegar bekkurinn var ekki. Já. Og þegar að shortbústið þurfti. Það var meira balansed, finnst mér. Já, líka bara að þú getur, þú veist, verið í miðjunni og þú getur tekið þetta litla engul á móti shortleikmannunum og þú getur hoppað upp í sniper og þetta er að sama náttúrulega í Dust 2. Þarna getur þú tekið engul upp á sætið og þú getur hoppað upp á shortið sjálfur. Þetta er þessi pinkulitlir hlutir. Mér finnst alltaf eins og þú verður að færa fórn fyrir það að, sem sagt, að komast á einhverja staði sem CT. Herru, bústum tveim á shortið og tökum shortkontrólið þar og það fórna einum leikmanni sem að gæti verið á longinu að ná í kontakt eða flassa eða info eitthvað en þú farða frítt í staðinn. Ennþá svona gúttir það? Manstu eftir, þetta var mjög þekkt í 1.6, maður var þá að bústa í miðjunni yfir smókin upp á shortið sem CT. Í
Hverju? Dust 2? Dust 2, já, og Já. miðunni. Já. Bústaði hérna næst hurðinni í Dust 2. Já. Og það var einn á bíð, þú veist, gerir þetta oftar en ekki, þú veist, í pistolóndi. Það var sem einn á bíðinu, 2 dedikitaði miðunni. Já. Hvað ætlaði að gera með hérna 2? Tekur ekki long? Nei. Erfitt að ná shortinu út í þetta að hlaupa hringinn. Já. Þetta alltaf bras, sko. En þú veist, með þessu hoppi, þá var þetta einhvern veginn nulla þett út og svona. Langt síðan að við sáum hann turn í miðjunni síðan. Alveg Ég- mjög langt. Ég hef ekki séð þetta bara í fleiri ár, sko. En ég held þetta virki mjög vel, sérstaklega, þú veist, ef einhver feilar midsmokunum, segjum það bara, út af því að smoking coverar hurðina í CS2, en ef hann feilast, þá getur þú séð yfir. Það væri mjög áhugavert að sjá hann að turn aftur, því að ég hef oftar en ekki bara hent í hann að turn og bara 2K, 3K, easy. Já, fólk er aldrei að búast til haust þarna einhvern Nei. veginn, yfir smók, sko. Alls ekki, og þú ert í pingur litlu off-angle einhvern veginn, þannig að þetta gæti alveg virkað. Þetta er food for thought fyrir ykkur heima. Já, ég meina, tjekkja á þessi face-it og láta ykkur vita, þetta er alveg, Gæti gengið, alveg gæti gengið. pæling. Maður er heili. Þannig að við erum sérst að mæla með því að Valve sérst taki burt gerviklingri sem að er þessir kassar á... Og bekkurinn í Mirage. Já. Jeps. Það væri flott, ég væri til í það. Já, ég líka. Roll back the time, sko. Vá, ég væri til í það. Minna. Bring back CPL Strike líka. Það er nóg til að bæta við, sko. Það er alveg hellingur. Í Miras? Nei, bara í... CPL Strike var alltaf Miras. Já, bara nóg að bæta í CS. Já, blessaðast. Ekkert endilega strike, sko. Ég hitti aldrei í haus þegar ég miða í haus, sko. Skulum byrja þar. Já, svo er það. Það er allavega svona cirka 20 sekundur í leik. Við erum 7 mínútur yfir tíma. Við vorum að redda nokkrum hlutum fyrir svona nýtt feature sem að við erum með hérna í deildinni. Það verður gaman að sjá hvort að þetta fungeri og þetta fungera vel. Þá, Guð blessi... Alla þá sem voru að vinna í þessu. Takk hérlega fyrir það. En það eru player cams. Já, livecam. Já. Livecam og það verður gaman að sjá hver, sko, getur við fengið eitthvað svona skammavelun á dekksta herbyggið, dekkstu kamerun, sem að sést minnst í. Já, hæðsta ennið á kameru. Hæðsta ennið á kameru? Já, þú veist, þannig að sést sem minnst í andlit og sést bara nú. Já. Alveg bara hérna komið niður. Já, bara, þú veist, ef ég væri í útsendingu, þá væri ég hér, sko. Já. Það ekki? Skulum kíkja inn í Dust 2 og sjá hvort einhver sem er hátt enni. Já, let's go, ég til í það. Já, ekki auka tekið orð. Nei, Herðu, það byrjar vel. Hundsi með shade. Það var framrúðu trygging og þessum, ég sá það strax. Já, þetta er rosalegt. Það er ég elska þetta. Ég vil sjá menn flassast. Já, þetta sko... Þetta er svona geggjað disco. Þetta er brilljant. Stjáni Guðli, sko, pinnst yfir í bækinu, hann er í 90 gráðum í öllum. Vá, þetta er örugglega eftir að trufla okkur meira en eitthvað annað. Já, ég er ekkert að horfa á leikinn, sko, ég er bara að horfa á hvað þetta eru gullfallegi drengir. Já! Já, þess. Þetta var flex. Anywho, 3, nánast 4, útlóngið í boði Ármanns. 4 konur út, Bjarni spottar fyrsta. Örlítið að eiga. Við þurfum að svissa nöfnum á liðum hérna bara svona FYI, bara þessi á hreinu, Og svolítið er með opnuna Bjarni komin ofan í rappin í staðin fyrir að hanga hana. Hins vegar ofan á inn á sæti. Á móti hér. Vangi er 1. Furious í hjálpinni að ná kortinu. Betur. Hundsitt tekin hér af Vangir sem er komið 2. Fyrir að leita. 2 á longhorninu. Ofvirkur býður. As stoic as can be. Og sko, þetta er svo sturlað feik. Vá, Furious. Finna þetta glæsilega. En bomban á leiðinu niður. Ofvirkur A-leitn eftir. Og... Brettas Vírus með það eldir hann inn á, en það er Vírus sem að lokar þessu rándi og það er 1-0 fyrir Vega. Meðan það ofvirku full einbeittur hana. Já, það fannst mér líka. Sjáu þið, þetta er búbót í strími. Já, ég er sammálaður. Já. Ég er sammálaður, þetta kemur mjög vel út. Ó, já. Þetta, já, ég er rosalega hrifinn að þessu. Getum við fengið rundan bara í gegnum alla?
Það væri skemmtilegt. Það ekki? Það væri skemmtilegt. Bara taka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Það var eitthvað fallið til það. Nei, hengur með aðeins smá. Huld sér á leiðinni útlangið með AK í hendinni. Óla, það er ekkert. Ég samt alveg góðan skaða þarna, en það er Fjúri sem að borga mest fyrir þetta. Akkurat. En þetta blasir miðji smá bras. Fjúrius að finna Hundsa. Gutti á hlið. Pólesson er störblindur, Gutti með að bakka. Fjúri næst 2 fröggum þarna. Getur bætt í, hann rífur upp dúllunar. 2 byssur eru betri en 1. Ég er Kúreki. Rólegur Kúreki. Fjúrius, hann er ekki búinn að gefast upp á þessu. Bjarni kominn í hjálpina, en Óvirkur er kominn inn á A-sætið. Það er bara engin bomba, engin liðsfélagi og já, hann er bara pollrólegur við því. Já, hann blikkar ekki. Og sko, hann er svo þetta er svo rólegur drengur. Hann sko hann flinsar ekki. Ég á ekki auka tekið orð þetta. Æjæjæj. Kameri gæti ekki sko og fröys á besta mögulega leikmanni sko. Já, þetta. Æ. Þetta var mjög gott. En þetta er stemmari. Ég það er taktikal time og tekið af Ármann. Er það? Já. Ok, já, I like it. Ármann taka tactical timeout, eru náttúrulega 2-0 undir akkurat núna. En voru náttúrulega að tapa forsi, eiga góðan pening í næsta rándi, leifa sér tekkur og smoke. Og þetta les eins og bérös. Þeir allavega spona ansi vel fyrir það. Já, það er líkur á því. Hundsi gjörsamlega með pistilinn. Já. Og Gutti alltaf á hlið. Eins og Steindi. Já, eins og Steindi. Já. Hæ, hundinni. Nei, bestur á hlið. Bestur á hlið. Já. Ég fer ekki nánar út í það. Það er bara svo liðs. Alltaf veikur aldrei með hita. Já. En Thomsen tekur þarna örlítinn skaða, eiga smókin. Já, eiga þá smókin, eða 2 smóka. 3 smók fyrir hurðina og hérna ætti að koma úr. Grensan ætti að vera frábær. En Óvirkir rauninni bara niður, einn kominn á platt og Fjúrius nær honum. En engin frögg í rauninni að koma til Ármanns hérna og bara mjög einfalt ránd. Fjúrius er krisp alveg fram að Óvirkur feldan, en já, þetta sko, ég kemst ekki yfir þessar kamerur. Mér finnst það geðveikt. Mér finnst það geggjað sko. Í alvörunni, við höfum ekki náð að gera þetta nema hérna á lani og einhvern veginn hafa heilarnir okkar í útsendingastjórn náð að leysa þetta vandamál. Já. Sem er bara sturlað. Flassina út. Hundsi að hann tilbúin flass fyrir Óvirk sem stendur hann í hurðinni og er tilbúin í að hann ætla bara að æða út. Já. Það er geggjað að Gutti sé á hlið. Við veist eitthvað að gera þetta við þetta. Já. Ég var til í að fá fyrir svo öfugan í næsta leik, helst. Já, er það ekki bara eitthvað sem við þurfum að það væri stemmari. Það væri stemmari. Ég er bílinn þar eins og það er engan að finna. Óvirkur komin í grifju og nú geta það bara gefið longi. Nú þarf enginn að vera longinu, en Gutti að finna mann í miðju. Er að gera mikið læti. Vanger notaði að næra frakkinu. Já, með Galil af einhverjum guðis ástæðum. Það átti hann að hitta með Galil í þetta skipti. En, já,
lítur vel út fyrir Vegarstað akkurat núna. Ekki núna. Nær vantur, þá Furious og Stjáni Guli 1-2 eftir. Grensa og Flush á Stjána Gula en rotatið. Þannig að komum bara sjálfur bara akkurat núna. Ofvirkur veit upp á hár. Það fyrsta kontótt kemur. Já. Hér. Furious og Stjáni Guli. Náði ekki að byrja eftir að flassið springi. Nei. Hér að loka þessu 4 frögg á honum. Mjög einfalt. Hann byrjaður að blikka. Hann hlýtur að vera. Já, hlýtur að vera. Trúkjör. Þetta var sennilega bara eitthvað besta moment sem ég upplifað á þessu tímabili. Ég held að þau verði ekkert betri. Ég held að bara í alvörunni. Ég náði ekki að halda. Nei, það fór ekkert á milli mála. Það stemmi ekki í þessu. Og sko, það er ekki oft þegar menn að brjóta þig svona. Nei, það gerir sjaldan sko. Þarna var ég mölbrotin. Þetta var bara, þú varst að breytast bara í hitasöguketil hérna á 0-1 sko. Já. Slupum við það, þið sem er heima sittið, bara, en mikið þegar þið þurftu að vera með kameru sjálfur og Tomma þarna, en skiptast á greinum í miðunni. Við skrensa ná akkar. Þetta var að kíkja upp á sjálfstíð sko. Það var namni. Þetta er náttúrulega stór séns sem hann hefur takað þarna MP9-na. Mr. Beast-mókurinn er komin núna á þetta. Það lítur vel út hérna strax í byrjun hjá Ármann. Ágæti skaði gerður hins vegar á Ofvirk sem hefur verið þeirra besti leikmaður. 6 frögg á honum og í rauninni vann þetta senasta ránd alveg sjálfur. Algjörlega. Og hérna ætlar að taka short-kontrólið. Annar Mr. Beast-mókur. Stjáni ekki bara að hreyfa sig en smókin er ekki góður. Sér yfir hann. Kallar að enginn sé það til staðar. Vírus í svokallaðri Ofvirks stöðu. Þetta er bara Ofvirkur. Vírus hittir ekki fyrsta skúturinn nær hann að bakka. Já, gerir það. Ó, sjáu, Pólins vondir. Situr. Og hinn sætasti. Þetta er atvinnumaður. Já. Virkur Lár, Pólsvondir nær þarna Stjána Gula, Bakker aðeins of aggressífur. En hann hlýtur af að sé í vappan hana. Það verið prikið. Jón. Double vappar upp á. Thomsen bjargaði hérna. Og það er einn í forgjöf. Bjarni hins vegar 14 líf og er að bakka lengst. Nei, ætti bara við það. Ég ránaði með það, akkur ekki. Sko ég verðilega að kalla bara eftir kameru á Ofvirk aftur. Þetta er, ég er að fara að bögga hérna á milli leikja. Ég er að fara að ringja hérna á milli leikja. Það er þannig? Já. Viðtala á milli leikja? Nei, ég er að skamma hann á milli leikja. Já, það er einhver að gefa honum upprópað eitthvað sko. Það gengur ekki annað sko. Þetta var stemming. 3-2 hins vegar, Ármann koma tilbaka og senda, Vírus þarf bara að bíða til næsta ráns. Ofvirkur, hann er ekkert að grínast hér. Nei, hann ætlar ekki að tapa á móti Magga Vírus hérna í dag. Það er alveg á hreinu. Nei, þetta er eins og Vaffa 8 á móti einhverjum JDM. Inline 4 Turbo. Já, ég meina það er spoiler á öðrum og ekki á hinnum. Já, vissulega. Við höfum talað spoilerinn á Vírus. Hann er vígalur. Hinn vígalegasti og ekki þessu skoti. Hvernig fær að kíkja þarna. Fær að bakka úr þessu erfiðu smókana fyrir terrana bara til að díla við. Já, Gutti smókar að fyrir krossin og er einn af laðastum fremstur allavega. Spókar er góð, Thomsen að sjálfsögðu. Ofvirkur líka með, en ætlaði viti af næsta manni. Nei, það getur ekki verið. Það er mollan út bara, aftur eitt. Það er ekki að púsla neinu saman og það er ekki með Diglu. Náðu góðri byrjun, en það skiptir máli ekki. Já, einmitt. Missir af leikmann. Þetta var eitthvað búast aldrei við honum út hérna. Fær Hundsa, getur bætt í. Gerir það hins vegar ekki. 3-3. Og þá er kaup að báðum liðum
Loksins. Kaup aftur en það spurning vírus ekki á vappanum sem þýðir að ofvirkur hann fær heldur betur að ráða öllu þarna í döstu, sérstaklega í miðjunni þar sem hann fær boostið til að skoða hvort einhver hafi verið krossa Hundsi inni og vappa með longlínuna það sem kemur þarna en líkur ekki tímasendinguna og longkontrólið núna í veka tók smá tíma gætum við þess að haldið að ofvirkur sé þarna í staðinn fyrir í miðjunni þar sem hann akkurat núna búin að komast það í síðan með doppeloffarsætti hérna Hundsi dó í senasta randi góð lína þarna á 9 kössunum smókurinn kemur þarna niður og vírus fær grensu í fjesið heldur betur Pólusson er eini maðurinn felldur so far mínúta eftir þetta í smókur enn og aftur Hundsi mundar feitbrikið og já, finnur fraggið Stjáni Gull leikur vírus með 3-3 einn maður CT, einn maður á longinu Mollin á CT á Bjarna það verður erfitt að eiga við það eða Bjarni, einn maður falla hér fyrir Furious, bjóst ekki við því næsti maður hittir ekki skotinu og það eru 2 vappar eftir ofvirkur og Hundsi Furious hann fellur og ofvirkur með Bjarna og þá Vakkið bara einn eftir feilaði hoppinu på shorti vita nákvæmlega hvar hann hvernig gerist það? Hundsi felldur og þá einn maður eftir ofvirkur 21 í lífi honum og Vakker ef þið hafið síðan spilað í alvörunni ó nei setur hann á hlið varð að hitta þessi frakki must win þetta ránd úr því sem komið var Vakker gerir vel eins og það er mjög sérkennilegt að horfa á Vakkerinn spila það situr beint já með skjáin svona í 45 gráðum já mjög skrítið sko og horfir svona til hliðar hann alltaf með hálsík held ég gæti verið það er eiginlega bara eina sem kemur til greina þetta er mjög 90% líkur sko já bara að kíkja þetta á Giro já það er líkur og ég myndi fara til hans já þeirri keilsuglíning láta rykja aðeins í mjóbækið 100% var búin að segja söguna þegar hann tók tennisolbóðan hjá Mozart já á laninu já lannu það var eitthvað farlegt við það ofvirkur nei Bjarni hann er auðvitað blótandi núna Bjarni já Hundsi gjössalega straujar upp shortið það er enginn til að taka á móti 3 þeir eru að taka allt of langan tíma í longkontrólið búast eins og við þessu vírus finnur fyrsta lætur ekki í hann verður að hitta þessu skoti gerir það loksins þá er einn maður mættur með vappan í hendinni það er ofvirkur bakka rætt mittum í smókur við komin út einn maður klóðs miðjum finnur ekkert Stjáni Gulli gerir mikið skaða en finnur ekkert frækt Bjarni út miðjum finnur 3 þetta má ekki gerast Bjarni hátt sem átt takkaði henni í 25 í byrjun rounds enda með 2 ójá við þurfum að fá double front bicep í búðinu á Bjarna eftir svona round 3K það er alltaf double vá hvað mér hlakka til að sjá pósturnar þegar einhver klötsar eitthvað klikka eða hvernig þið springur hlátri það er eitthvað farlegt við það ég sko er Thomsen að sofna hann er ekki skemmt að sér þetta er áalvarlegt allavega það verður að segjast þetta var eitthvað farlegt við þetta kveikja ljósin sko já Gutti ennþá á hlið Þetta sinni Red Bull eða eitthvað það er mjög áhugavert að sjá hverjir spila með slökkt ljós og hverjir ekki spila þú með alltaf ég er bara svona alveg sama hvort ef ég er að slaka á einhverjum leik þá slekki ég kannski en séðast að þetta er ljós sko já Gutti komið close upp og búinn að finna 2 Stjáni heldur longinu þá er 2 eftir með diglur þurfa að hoppa niður á CT-spónu til að ná í byssurnar já og það verður alltaf vesen eða hvað flassar þarna fyrir longpíkið og það er Stjáni Gulli það verður að finna þessi frögg Vakker sem búinn að finna mann á shortinu finna næsta mann líka hann fór að niður á CT-spónunni sem hann alltaf væntanlega ná í og þetta á einhverju vinsinn þetta er grænn hýfur
Já. Græn. Heiftarandi þegar hann var í blikum, sko. Það er svolítið. Já. Þá meikar það sens. Já. Hann er eiginlega bláa núna. Já, þetta meikar sens eitthvað. Myndir þú þá fá þér, þú veist, eitthvað Blue Gem eða? Ég veit, mér finnst blái liturinn í vekamerkinu mjög svona meh. Hann er bara svona mjög meh bláan hníf. Já, fair. Ég hefði náttúrulega pimpaða logo eða eitthvað. Gert það bleikt. Já, mögulega. Þessi æðir hérna niður í neðra og þetta er aftur mid-roll short take hjá Ármann, setja pressu þar og sjá hvað þeir geta fengið út af því. En sem komið er lítið. Já. Steig ofan á sjálf með hann, það var bara vont. Ja. En svo er. En, jú, 6-3 mattekið hjá Ármanni. Já, hann verið að pika döstu inn í öll lið hingað til, ekki verið resta fyrir það. Guttinn fær að bakka, það var gott setta bara upp á aðeinu. Vírus fær að bakka, Furious komin í hjálpina. Það er engin mid-to-B-smoke. Það er engin mid-to-B-smoke og þeir eiga engan smoke. Þeir loppuðu bara inn á B-ið hins að ná 2 fröggum, bombuna niður, þetta er unni ránd, haldiði byssum. Eða, hvað? Jú. Já, hann tekur þarna smá mólaskaða, en allt í góðu. Bræðurnir ætla að reyna að halda þessu sæti. Gæði niður. Það er mjög hjartfínt að labba hann í gegn. En Vega 6, Ármann 4, ennþá með forystu hins vegar. En svo sem ekkert í dauðafæri að klára 7. rándið sitt hérna. Því að peningurinn er ekki upp á 10,5. En Vírus á allavega vappa. Já, algjörlega. En það verður að segjast að það er ofvirkur sem er að vinna þetta. Vappastríð, 14 frögg á honum. Heldur betur. Sjáu ég hvað hundi er stóiskur á að sjá eitthvað neginn. Þetta er mid-aggressjónin sem við erum búin að bíða eftir. Þeir koma inn upp miðju og Vírus ón í miðju. Og flassaður, hálfflassaður, tekur hann fyrsta frakkið, rótetar hann niður í miðjuna og hún er svona fellur. Þetta er svo vel spilað þetta ránd. Já, þetta var Vappinn upp miðju, Tómi. gífurlega fallegt. Það er samt ekkert eðla skrítið að Vappinn fara upp miðju. Hvað Stjáni Gulli, hann vill láta flassa sig. Ég sá það þarna. Smókurinn kemur þarna fyrir sætið, grensan til að taka hann út. Ofvirkur, löskar ekki henni smókinn, frábært play hjá honum. Einn á móti 2. Og spurning hvernig þeir búast við á ofvirku spili þetta. Vírus heyrir í honum, hann heyrir í honum. Eða hvað, nei. Hvað er hann ekki við headphone? Jú, ok, hann er loksins. Heyrir þetta allt saman og hérna fær hann gefins frá að gera hvað? Ég ætla að segja það, Vírus. Tæpur er hann, en allt kom fyrir ekki, 7. rándið. 7-4, peningurinn núna hins vegar hjá Ármann ekki upp á 10,5. Það er 1 AK og ég held að við séum ekki að telja mikið fleiri tekkur á restina. Það er ofvirkur sem þarf að púsla saman einhverju round winning play hérna. Já, en það var ekki long peakið með þetta. Jú, nei, það er uppi, reyfið handbröðu svona. Það er alltaf óþægt. Taris peak bara út hálma. Bara Kurani peak í miðunni. Nei. Spila bíð, rótir komið á okkur að hlaupa þetta. Fylgja á Furious sem Vírus er komin í hjálpina. Stjáni Gulli er búinn að finna ofverk. Það voru Póli Sondra og Hintsi 2 eftir. Póli Sondra upp á sjálfstöðu, hinmaður með BL og B. Tekka og fullt belti á næstu báðum leikmönnum. Vantar bara smókin á Póli Sondra í rauninni. Geta púsla saman einhverju skemmtilegu hérna, en skotin var að hitta. Algjörlega. Það verður alltaf bras að finna þetta ránd 2-4 með tekkur. 2v2 á sikkur sæti akkurat núna. Vírus er búin að bakka á miðjunni, gefa miðjuna algjörlega. Hitt bara í double doors að spotta ef þau kom út. Stjáni Gulli og Vanger hinum megin með long og short. Mid to B smoke, flassi kemur út.
Þess að hóta miðinni, fara ekki út með þessu, ætla þá upp sjórtið Póli Sonder fremri af þeim tveimur, Molla City hendur háu flassi, Stjáni Gulli flassast bara alltaf, það alveg saman hvað hann finnur fyrsta, finnur næsta líka, já, ánægði með þetta Stjáni Gulli, loksins, finn ég þessi 2 frögg loksins. Já, loksins, en það eru vapparnir sem að skara fram úr 15 frögg á ofvirk, 15 frögg á vírus og það virðist vera að ég hafi valið rétt á toppmenn. Já, ég ánægði með þetta. En sko vírus að vinna faktið séð. Hann með Larra Káti. Já, hann með Larra Káti. Herra Káti fyrir ekki. Já. What's up, brother? 8-4. Og ég bara möstinn rann fyrir Ármann. Já, eiginlega upp úr því þá ætlar ofvirkur að... Þetta áhugavert. Þetta ískallt. Dýrka þetta. Þetta svo kallt. Þetta kul, sko. Nánast alkul. Það ánægð með þetta. Og bara ennþá að horfa upp miðuna Vanger í neðra. Heyrði í ofvirkur ekki búinn að spotta. Það gæti mögulega að hoppa upp og fundi flækkið, en ofvirkur að bakka, en fundin loksins að Vanger, einn maður á bíl, einn maður upp og þetta gamla góða setupið og hér Thomsen kíkja og hann gjörsamlega jarðaður. Það var næstu maður upp á Thomsen, Póli Sonder fyrir ekki. Hann fundin og það Gutti og Hundsi til að reyna að bjarga þessu. Vanger á sjortinu. Hundinni! Það einungis einn leikmaður sem getur bjargað þessu förstrándi og reynda að byrja hennar seinni hálfleik vel fyrir Ármann. Þannig að Vega komin í dauðafæri að sigla þessu í 1-0 í seríunni. Já. Sér þarna í... Hann var að styggja hann bara. Ja. Hann var eiginlega bara að gera hann pirra. Og sjá, hann skellið lægandi. Vírus veit upp á sig sökina hann. Það vissi nákvæmlega að sjá við hann. Gæti ekkert í því gert. Það svo erfitt. Já, með armor þá erfitt að fella, ég held sér 8 í body eða eitthvað. Það eitthvað óþarlega mikið. 8 skot í body til að sigla í fraggið, en það ofvirkur á skátinum. Það ekki óvart þó að hér myndi koma einhver tögg, en það hratt í neðra. Thomsen þar. Hann vaknaður, finnur samt ekki fraggið. Annar maður neðra með honum, nei, alls ekki. Búin að bakka af longinu, þeir tveir þarna. Hundinni! Það skátinu með, hittir ekki fyrsta skotinu. Grensan flýgur inn, hérna fær eina. Það einn svartinu, Gutti. Diklan. Lænuð upp. Það hefði ekki varðið eitthvað enn. Og upp en Gutti finnur ekki neitt. Svindlas. Finnst ennþá að fæta hliðinni. Hann búið með öll skotin og hittir ekki einu einasta skoti. Jú, kannski gennum hurðina. Já, einu. Hlýtur að vera. Já, með 56 HP og þá komnið bara inn á bíð með skátana. Bjarni. Jarðar hann ofvirk. Þetta var glæpapík, sko. Með þetta. Með rífraki. Þetta verður svo mikið bras fyrir hann að halda hitti þessu skoti. Hættið að leita, þetta Hundsi hinum meginn á skátinum. Það ok, finnir hann loksins. Þurfti bara að forna 2 í þetta. Já, bara 2. Það var $600. Það svo. Vanger það investið í hennar leik að hann var að droppa smók á vinn sinn. Það smókur hérna. Já, ég fílaði þetta. Annar liðið allan að klárlega leita að öðrum upset sigrinum. Já. Já, við ætlum að kalla þetta upset sigur. Já, við höldum því áfram. En sko vírus á 17 fröggum. Þetta stundum. Furious. Stjáni Guli með ofvirk. Thomsen, hann ætlar að vera sneaky. Það til nógu sneaky. Hann fundin. Vel óþægilegu smók sem eiginlega lokkar fólk inn í smók. Þetta svoleiði smók. Já. Smók. Það ekki nógu mikið smók í þessu sem. Bætti við einu tjumur. Þetta var Gutti að uspa Vanger. Það var ekki sáttu með þetta. Gutti ætti að hlæja heila bara eftir þetta. Hérna rándið komið yfir til Vega 11-4. Man þegar ég lendi í þessu senast. Ég bara stóð á gati og sagði bara, hann uspaði mig. Já, ég man ekki hvernig ég lendi í þessu síðast. Ég viðurkenna það fúslega. Það örugglega styttra enn ég þora að viðurkenna. Já, alveg pottið, sko.
Það lendir í þessu. Já. Vaknar upp megin og Ég átti Alía byrjar að gelta og Það átti reyndar ekkert eðlilega erfiðan dag í síðast í gær. Eftir að hafa verið svo guðdómlegur í síðast, bara síðustu 2 vikur. Já, það er vel eitt guðdómlegur, sko. Ég veit það, sko. Það er bara málið. Og hóvar. Það er bara eitt sá hóvarast sem ég þekki, sko. Ég sennilega bara hóvarst maður á Íslandi. Við sko, eitar, en Hvað? bráiðlega bara. Já. Það var ekkert verið að taka þessum tíma í að miða þannig allavega. Ég verð ekki fengið mikið tíma til að aðtona sig hinga til, þannig að ég held að það sé bara þokkalega sáttur. Samt eini í þessu liði Ármann sem er bara að gera eitthvað. Hann er með 15 frökan óvirkur. Gutti þar á eftir með 9. Já, það er bara ekki nógu gott. Síðan að Hundsi með 7, Thomsen með 5 og Pólsson með 4. Þetta er óþægilegt. Ja, kemur mollinn, mjög góðu molli í gús. Pólsson flassa hátt fyrir bróðið sinn óvirk sem að finnur fyrsta frækki, getur bætt í. Nær að halda áfram að lifa, finnur annan, finnur þriðja. Virkur! Hann þarf að gera þetta allt sjálfur, þá bara gera það sjálfur! Það er bara nákvæmlega svoleiðis. Einn maður eftir hinum einn Furious. Með vappa í hendi, lokar á óvirk. Það er spurning hvað hann gerir hér Furious. Því fleiri byssur sem hann nær af liði Ármanns, því betra. 2 enn, en það gæti reynst aðeins. Það telur allt. Akkur núna Skítlár, einn í bak. þjarma að honum og hérna er fundinn loksins. Furious furri. 11-5. Ná að halda auka vappa og 2 fá AK. Þetta er eins góð frelsun af vopnum sem ég sé. Já. Það er svoleiðis. 2 AK-ar og pistlur. Vegamegin, þeir vilja loka þessu leik fljótt en mig grunar það. Mér finnst þetta eiginlega rönga ákvörðun. Vírus hoppar úr nóglabíð. Sá ég, hann hoppaði alveg líka svona nokkur veginn. Hann svona, Já, það? það var svona beigði sig. Dásanlega. Það ætlaði ekki að skalla hurðina, svona harður hinn. Já. Óvirkur bústaðir hérna fyrir miðjuna og kíkir neðra, en það er engin leikmaður nálægt því einu sinni. Ó, nei. En tökum við því hvar Thomsen er. Á leiðilega mikið plás og heyrir í þessu alveg pottið. Einn maður búinn að róta þetta yfir á bíðið sem er Hundsi Bjarni. HÆ?! Æ. Ekki með rétt engul þarna til að ná hauskotinu. Ok, sko, við sáum þetta ekki. Nei. Thomsen, þetta var bara óöfinn hana, en mikið vond. Snókur á sjortinu, þannig að Ofvirkur nei, Vanger nær Ofvirk. Þetta er vapni sem liggur í valnum. Núna byrjar vesunnið fyrst. Thomsen að falla var svo sem eitthvað sem þið gætu að justa, en núna leið og vapnin er farin frá þeim. Þá þurfa að fara í eitthvað infoplay. Já, sko. Og ekki að vita það. Ef að Pólsson nær 2 hérna, það er eiginlega bara það sem að verður að ske. En það er eiginlega ógerlegt. Þetta er erfitt horn að spila, en allavega gott plás. En hann var tilbúinn í það nær 2 eða hvað? Já, gerir það. Pólsson er ekki gerlegt fyrir Ármannsstrengina. Bjarni að gutta á, þá vita er, hann droppar á sítspónið. Þeir heyrðu reyndar ekki í því, en einn er að koma á longið. Þú varst þá við Pólsson á CT. Huge gap í þessu móla og Furious finnur frækkið. Hundsi einn eftir með vappa í höndunum. Er því bara 12 náttið, Tómi? Þetta virðist vera það. Nei. Hundi grípur AK. Þetta var svakalegt skot hjá honum. Og hér leitar hann öðrum deiglan á longinu. Sér hann, veit ekki á Stjána í brekkunni. En gefa lítið. Hundi! Kaldur! Ótrúlega tricky! Sjáu þið Honum er alveg sama! Það er ekki bros, það er ekki hlæð, það er ekki neitt. Það er vappið umstæðan. Þetta er, ég er farin heim. Þetta var rosa. Ætluðu bara báðir að krossa yfir á longið og spila þetta bara saman. Það er gott að vera saman. En Hundsi er með ykkur í siktinu. Hæ, hundinni. Eða eins og Hundsi segir sjálfur. Hæ, hundir. Já.
Nákvæmlega svona. Þá er Ætla að kíkja. Hún er að fara að klippa grensu fljótlega, hlýtur að vera. Já. bakkar sem betur verið úr lónlubíðinu. Það verið ekki heyri upp sjórtið. Úr síðastlandi yfir í þetta sniðugt að kaupa eitt allt á dúftina. Eiga að kaupa í næsta rándi. Plantindi hjálpa rosalega en ofvirkur er ekki fara að leyfa það á aðeins. Ó nei. Ó nei. En Smókin vel til leitana hjá Pólus Onder þannig að þetta gefur honum 20 sekundur aukalaga sem hann getur slaka á. Nei, Flassi kemur út. Það ætti hann að vita. Flassi tilbaka á mjög bjartsýnan hátt, ætla ég að leyfa að segja. Ofvirkur komin í hjálpina, finnur Stjáni gula í bak sem var að fara að bakka. 3 eftir þá veka megin. Og nú kalla ég þetta ógerlegt rám. Já. Inn í neðra er að fara að samloka Gutta. Furious er á lappin á B. Já. Eitt komin í rotate, en skátinn gerir ekki rosa mikið á móti hundinum. Ó nei. Einn í 90 gráðum hér, hæ Gutti, finnur frakkið. Einn maður eftir, Vírus hér megin. Hendir Gutta í 180 gráðum. Þetta má ekki gera svona. Hann er að taka allt og marga byssur frá þeim. Bomban Það vil ekki sjá hérna Nakó sem hann feldi þarna fyrr. Gæti fundið Pólus Onder sem hann gerir í trókjum. Ó nei! Hann náði Guð! Þetta er alvöru leikur! Já, orðsjó. Þetta Menn eru byrjað að kýla frá sér eins og haspúla á góðum degi. Heldur betur. Eina sem að vantar í hérna leik er kameran og ofvirk og Pólus Onder. Já, það er bara svoleiðis. Tilfinningarna væri ekkert eðlilega stórar sko. Án gríns. Sestu vinnur! Ef einhver Furious. Já, það er bara tveir sem kom til greina. Thomsen feldur ofvirkur, rífrakkar. Næstu því búin að bæti í. Ekki með armor og það er eina sem vantaði þarna upp á. Já, hann hefði hitt þessu skoti ef hann hefði verið með armor hérna og hoppa upp á sjórtið en er bara mögulega búin að missa tæmingið. Pólus Onder upp á, fær molla bak við sig og fá annan. Og hér. Gætur Smókin, Vírus með ofvirk, þá er einn á móti, 2 hoppar hérna upp en mætir 2 og 11-8 Ármann. Þetta er comeback en þetta er stórskemmtilegt comeback. Heldur betur. Sko, ef ég væri að spila núna, ég myndi kalla bara mökkur, lítill armor, eitt Smóki miði, strauji upp á aðeins, bara með 700 flössum í hérna fyrir aftans eða uppi. Já. En þeir að fara B. Það virðist vera tekkur ein digla á Furious. Hvað? Tóknaði einn hann á leiðinni. Nú á Smókum. Það klíra út neðralobbið fyrst. Það er enginn þar. Og enginn yfir sjortinu heldur þegar að spila mjög aftarlega. Er að búast við þessu B-poppi. Einn maður í miðju, 2 á B-inu og hérna. Plassur miðju. Thomsen störblindur, 1 plass núna, Smóksi, CT. Molli í glugga og Pólus Onder mjög vel tímasættur og hérna er ofvirkur að ná skjóta lappir. Það er alltaf fallað fyrir veka Furious og, nei, bara Vírus einn eftir 23 frögg og honum. Kunnulegt staða hjá Vírus, Pólus Onder klára þetta, 11-9. Ef að þessi leikur er að fara að vinnast fyrir Ármann, þá ég veit ekki Tómi. Bílun. Það er sturlun. Hundsi. Það er absolutt sturlun ef Ármann vinnaði þetta mapp. Bjarni, Furious, hljóta ekkert að kolla eitthvað. Einhver innan veka hljóta ekkert að kolla eitthvað til að loka þessu mappi. Þurfa þetta langt hér, stendur aðeins í mollanum. No armor, Vírus. Já, lítur ekki vel út. Flassið eins og er til að geta kíkt hana frá neðra. Vanker rekst á engan. Það er gamla góða aftalega vörnin. Þunga long og ofvirkur að halda sjórtinu. Getur droppa á seedspónið. Það er Flassið. Tímasetningin heppnast ekki. Vanker þarf að lifa örlítið lengur. Bara það að púsja ofvirkðana niður CT
Er Gutti að heyra þetta? Heyrið þið Gutti droppið? Hlýtur að vera. Ég held ekki. Ég held ekki, Tómi. Hvað vilja þeir gera þetta? Já, þetta er setup. Þetta er B-smoke setup. Já, bara ekki vera of lengi að þessu því að Ármann þeir eru að fara að hugsa hérna bara, það hlýtur að vera eitthvað að gerast. Hérna er komað smókur í glugga, smókur í hörð, flass út, 2 inn á B-inu, Gutti og Thomsen í vörninni. Svona báðir einu. Stafni. Ná, bara ekki krökkunum. Það er dálítið sagan endalausa. Vanker í miðin nær einum, en það er top mid. Vanker nær einum öðrum. Tómi, þetta er búið að vera leikurinn sem að akkurat þessi falla með þeim sem er í klötsinu. Já, Vanker, er hann þekktur fyrir klötsi? Það er góð spurning. Finnsi, hann aftur. Hann finnur frækki. Hvað? Já, ok, Vanker heldur 11-10. Allt þetta comeback á bakinu á Hundsa. 1v3. Já, Hundsi 1v3. Don't underestimate the dog. Nei. Ég reyniði mitt besta. True underdog story? Nei, það er ef að veka vinnur. Já, það er satt hjá þess. Það er satt hjá þess. Það lítur að vera einhver stór, svört strattbók veka meginn sem er hægt að rífa aðeins. Annars veit ég að það er einn leikmaður sem að coacha vel sem að nefndi sig Delicious. Geti átt eina svarta, stóra. Já, ég held það. Stílabók. Ofirkur hittir fyrsta og næstan er að bakka eða hvað er þriðji? Hvað er að gerast? Og Furious nær loksins að fella hann, en það kemur ekki til. Þeir eru alveg undirmannaðir, sundurskotnir og Furious hörfar hérna á longið. Það er eins og Hundsi með vappa sem að býður honum þar. Hittir ekki skotinu. Get ég tekið taktíkal timeout? Hvernig er þetta? 11-11 bara eiginlega orðið staðfest, en það ekki Tómi? Það er, já, allt nema staðfest og það hlýtur bara að vera að þeir taka ekki taktíkal eftir þetta. Ég bara trúi ekki öðru. Það er galið ef svo verður ekki algjörlega að renna þeim úr greipum og þetta var eitt klöts sem að vikti þetta. 11-5, 11-6, hvað var það? 11-5 minni mig. Já, 11-5. Gutti finnur loksins frakkið hér á Furious. En ég bara 11 úr því sem komið var. Við kannski fáum að rífa upp skorbortið hérna rétt á milli. Mér langar eiginlega bara að sjá. Já, nei, við Hérna eru þeir að ræða sinn á milli. Hvernig ósköpunum ætlum við að koma tilbaka. Okkur vantar einhverja opnun. Það er alveg spurning hvort að Furious sé að fara að kaupa vappa hérna. Það vantar bara vilt að trillta gjörsamlega heiladauðan í endrið. Það er bara sendu Vanker eitthvert með sendu Stjána Gula og Vanker á eftir honum. Já. Stjána Gula fremst inn á B-ið, Vanker á eftir honum og restin bara í þvengana fyrir aftan. Áfram Ísland. Reddið þessu bara. Eitthvað var að gera allavega. Já, ég væri til í að sjá mid-doors, mid-to-B smoke, ná shortinu, bakkaði mid-to-B, en það eru bara 2, restin 3 eru á B-inu. Já, ok. Á B-inu. Ég gútir þetta. Ég væri til í að sjá bara pistolrótið sem Ármann tók. Í Terra. Já. 2 útlóng voru feldir. 2 að fela sig á longinu. 1 maður í B-lobby. Þetta er smoke og decoy eða eitthvað á B-ið. Það er allt rótið. Það er fallegt. Panika miklu meira samt í first roundu heldur en í gun roundum, sko. Já. Það kemur panik að B á rótið balli. Algjörlega. En við tölum að Vírus er að vinna. Hann er með 23 frögg og 12. Það er 1 maður sem er að vinna þennan server hug og hjörtu, það er ofviskur. Já, hann er gjörsamlega með Ármann á bakinu. Akkur kemur ekki gluggaflansið? Ok, það er ekki svo stið. Nei, eða hvað. Vottaður. Þetta er 2 greinir saman shortið Molli til að drefa alveg í þessu en Vanker, hann fer bara í gegn. Hann er með sér en er feldur. Stjáni Guli, hann vantaði hann alveg þannig með. Og smókin félar, en þetta er víðfræg staða, Jón. Já, ger ekki.
gerir ekki tilhátt smúkur í feilið þannig. Þetta er mitt upp ísmók þetta bara. Stjáni Guli eiginlega ekki með puttan á púlsinum hann missir af sínu tæmingi eru að droppa CT. Nei, hvað? Ofvirkur með, eitt mögulega besta flossi séð en hérna finnur hann fyrsta, getur bætt í eða hvað. Nei, Bjarni slekkur aðeins í honum, Bírus og Bjarni, 2 eftir á móti 3, Thomsen, Gutti og Hundsi. Hér komst í gús. Boy. Og þetta fragg varði að falla með honum. Gutti nær að lifa örlítið lengur en 1v1. Bjarni á móti Hundsa, Clutch King á móti ICL. Algjörlega. Hér er tekinu á það. Bjarni stóiskur upp á, finnur ekki fraggið Hundsi. Hann er ekki eins og að kippa sér uppi, þetta er svo auðvelt. Þetta er bara another day in the office fyrir Hundsa. Notabene, Flassi var ekki það eina sem að feila þarna hjá Ofvirk. Mollin sem átt að mæta í gús, feilaði og Ofvirkun er 2 frökkum móti. Þetta er svo styrlað. 12-11. Herru, hvað? Strömbrústeinn, ég tek við. Það að taka við? Nei. En 1 ránd skilur þessu lið á milli. Fjúriusfeldur Gutti ásamt öðrum í nærlobby. Finna 2, þetta er bara búið. Veka í alvörunni að drulla í heyið gjörsamlega. Gefum okkur að Stjáni Guli og Vanger nái einhvern veginn að sigla þessu tilbaka. Afskaplega ólíklegt. Gríðarlega ólíklegt. Og það verður bara að segja. Já, ég er bara búinn að rita hjá mér. 13-11. Já, þú getur breytt í hann, ég er með penna. Ég geti í það backspil, það er munað að vara. En ég er búinn að skrifa niður 13-11. Já, það er Þetta Já, Stjáni Guli og Vanger eru ekki að vinna þetta ránd. Nei. Mitt og bísmókur, 2 inn á B-setinu. Ekki auðvelt entry þar, þurfa að koma í gegnum glugga. Besti sénsinn til að vinna þetta rándi er akkurat þetta. Það er B-playið, þeir eru að fara í gegnum hurðina. Það er einn maður inn og það er Hundsi. Hann er búinn að finna báða! Með báða, þetta er svo auðvelt. Hundurinn glefsar og það er 1-0 fyrir Ármann. Þetta, sko, ég ætla ekki að segja að þetta hafi verið upset, en þetta var helvítis comeback. Rétt rúmlega maður. Ertu að ekki 1 ránd í terra eftir Klötsi og Hundsa? Held ég. Já, það er bara... Er Bjarna? Já. Innbyrðis, ég gleymi því ekki. Vá. Ég er bara... Time out á mig, sko. Þetta er bara, ég þarf að jafna mig. Já. Herru, time out, hann þarf að jafna sig, en það sést hvort lið hefur unnið mót og hverjir ekki. Skulum bíða eftir leik nummer 2. Wait, is he switching lanes? Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt.
Velkomin aftur, það er alltaf gaman að skilja áhorundur eftir með svona skemmtilega setningu, þannig að áhorundur og aðdáendur veka alveg gjörsamlega kveikja í skilabóðum mínum. Já, vel meðlimir bara. Já, meðlimir. En að sjálfsögðu, já, Eiga þetta skilið. Veka hafa sjálfsögðu nælt í einhverja medaljur, ég meina Bjarni hefur krækt í ófár medaljur, sérstaklega með Dusty og Atlantic upp á svona senustu ár. Já. En samt sem áður, hvar voru svörin? Því að þú þarft að brjóta á momentum hjá liði og það bara gengur ekki. Nei, mér finnst það mjög steikt eitthvað að Veka af öllum liðum lendi þessu, sérstaklega með Bjarna innan liðsins, sko. Þú veist, við höfum talað hann sem svona, ég veit að ég ætla ekki kannski að segja geit, en mjög svo góðan in-game leader. Mjög hæfan, já. Að get ekki list þessar ráðgótu sem að vörninni Ármann er í City er bara eiginlega galið, sko. Tölum svona aðeins Ármannina í Dust 2, sko. Framan af náttúrulega, það voru Veka með fullkomin völd á leik. Það voru engin önnur orð yfir það, 8-4 hálfleikur, vinna pistol, vinna næstu ránd, komast í 10, komast í 11, setja það í sko forskaup og hársbreytt frá því að vinna, þá bara þetta 3K frá Hundsa sem bjargar Ármanni, en þá bara byrjar vélinn að malla, ofvirkur frábær, Hundsi með ágætt klöts, en þetta voru svona 2 nöfnin sem standa upp úr hér.
Já, þetta einhvern veginn maður man ekki eftir hinu gaurunum í liði Ármanns akkurat núna eftir þennan leik allavega. Þetta var ofvirk sjó á appanum, bara 4K eftir 4K eftir 4K og klöltsi á hundsa. Já, þetta bara einhvern veginn þetta Ármanns esk eitthvað, þessi leikur. Þetta bara svona Ármann bara típa af leik. Ég veit ekki hvernig ég var að lýsa þið, sko. En ég held að þú veitir hvað ég meina og ég held að fólkið heima viti nákvæmlega hvað ég meina. Já, það er erfitt að leggja það á velli. Þeir gefast ekki upp fram í rauðan dauðan. Það var ekki, þú veist, við tölum kannski það sem eitthvað hetjuplay af sko, hundsin þessu klötsi 1v4 og heldu þeim á 11 en það sem að fer í gennum hundin þarna er, þú veist, þetta verður langur leikur. Við erum bara að vinna þetta. Það er bara nákvæmlega sem fyrir gennum hausinn. Okay, við þurftum bara þetta eina break Algjörlega. Og það er eina sem við þurfa og eftir það sáu Vega ekki til sólar. Nei, og já, ég veit það ekki, þetta bara ég veit það ekki, er þetta ekki bara það sem nákvæmlega sem að Vega á að vera? Í öðru sæti, eftir fyrsta map. Já. Og 4. sæti eftir næsta map. Jafnvel, já. Nei, ekki? Jafnvel 5. Nei, ég held Ef að Saga vinna sinnleik. Já, vissulega. Já. Náttúrulega umferðin klárast eftir þessa bestu þríseríu fyrir Vega. Hvort sem það er vinna eða ekki. En, þú veist, þarna var dálítið upp á teninginum. Þú veist, það eru 2 leikmenn innan þessi liðs, innan Ármannsliðsins, sem að hafa aftur og aftur og aftur unnið þennan kjarna sem að Vega eru með. Já. Og, þú veist, er þetta ekki bara svona dálítið þægindarami hjá þeim? Jú, ætli það ekki. Þetta er allavega ég veit ekki. Pældi ég samt hvað það er að vera Ármann akkurat núna. Búin að vinna þetta Dust 2 map sem að leit út til að vera tapað. Já. Svona, ok, við hefum bara 1 map eftir. Og ég veit ekki, ég held að það sé þyngri klefin Vega megin. Já, Vírus náttúrulega hefur alltaf talað fyrir því að klefin sé alltaf góður, no matter what. En veit ekki eftir þetta. Þetta er sárt tap, þú veist, það er sárt að tapa þessu. Sérstaklega, þó þetta hafi verið mappickið hjá andstæðinginu einum, það er svo sárt að tapa á þennan hátt. Já. Mér finnst það marga vegu þá hefðu þeir tapað 13-5. Já. Ok, þeir pikkuðu þetta. Já, nákvæmlega. Og hefur það alltaf á bakverða. En þú varst komin með þetta hérna. Þú varst komin 12. rándið í hendina. Og síðan bara gjörsamlega gerir þér niður og drullar í degið. Ekki lagi. Ekki lagi. Förum hins vegar inn í næsta map, Inferno. Já. Það er aðeins öðruvísi heldur en Dust. Ég er rosalega spenntur fyrir þessum leik hins vegar. Af hverju? Já, eins og bara nákvæmlega eins og leikurinn í Dust 2. Bæði þessi lið, svona sorslið, koma úr sors, bara spilastíl og við vitum nákvæmlega hvað hann býður upp á. Og hvort að bæði lið hafi einhvern veginn spilað sama CS í sors, hef ég ekki hugmyndum. Hundsi. Já. Sem við spilað með einhverjum allavega. Kannski ekki, ég er svona að koma upp á sjónasviðið dálítið seint í sors. Já. En það verður svo gaman að sjá hvernig sá leikur fyrir og með Bjarna líka í Vega, hvað breytu hann hefur inn í þetta. Og það er nokkuð sem að þessi tvö kannski ekki kjarnin í liðunum en leikmenn hafa spilað á móti hverju öðrum í Dust 2, í Inferno og alveg margoft. Já. Þetta er ekki fyrsta, annað, þriðja, fjórða eða 5. skipti, sko. Já. Sem að Vírus og ofvirkur að hittast. Nei, alls ekki. Og áhugaverst að Inferno sé valið út af því að, náttúrulega CT main, þá getur hún nota vappan alveg töluvert, sérstaklega í afturblöndum termein og sjálfsög Marko Tennis upp á ákveðnu marki og á B-inu líka. En termein ertu dálítið heftur hvað þú getur gert. Já, það er svolítið mikið þannig. Og ég veit ekki, ég veit ekki, sko, ef ég þetta að spá fyrir þessu leik í Inferno. Já. Er þetta fyrsta map-tapið sem að Ármann fá? Eru að fara að setja þetta í 2-1 seríu? Ég held að ég verða að gera það. Bara út af því að ég veit ekkert hvernig þetta lið Ármann spila í Inferno. Hvort að ég sjá stórt tap eða ekki. Það er svona aðalspurningin. Mér finnst svona, ég gæti séð þetta fara mjög
tæft eða svona 13-9. 13-9? Já. Sko, það sem ég held að sé að fara að gerast er að ég held að Vega sé að fara að átkalla Ármann í Inferno. Þeir eru að fara að leika sig með rotatinn, byrja væntanlega termein með við náttúrulega þetta map-pickið af Vega. Akkurat. Ég held að þeir seti mjög snemma í leiknum fram mjög öfluga sókn og síðan eru að fara í mjög tæpan Ancient leik. Já. Ég held að Vega sé að fara að setja bara 13-6. Það er alveg svoleiðis? Já. Wow. Já, bara verður gaman að sjá hvað gerist. Hver heldur að líki leikmærin verði í Inferno? Út af því að við erum ekki búin að sjá Inferno hérna í útsendingu. Við erum búin að sjá það spila eitthvað í gegn. Þú veist, Ravík til dæmis spilaði á móti Hetti, mjög skemmtilegu leikur sem að Ravík að sjálfsögðu sigruði því korti. Já. Minna af fólki byrjaði að pikka Inferno. Þetta lukkar eins og pingur svona pocket pick. Þeir vilja spila möppin sem að hinir eru kannski ekki að pikka rosalega mikið. Já. Ég veit það ekki. Ef ég myndi horfa á eitthvað í Inferno á öðru hvoru liðinu þá er það bara vapan eiginlega. Það er ennþá þannig. Breytan, já, CT-breytan er svo mikil á vapan. Já. Þú veist, getur farið hús, miðju, B. Þú veist, og einhvern veginn bara spila alla þessar pósur, bæði aggressiv og defensiv og það er svona erfitt að gera sig grein fyrir hvar vapinn er að koma. Þú veist, ég held að breytuna verða Vanger og ég held að sé einungis vegna þess að, þú veist, entry hæfileikin hjá honum að vera bara svona, mér er alveg sama, pælingin, líka viljinn að fara á MP9, á autoshocker, spila Palas, spila B með þessi vopn, ótrúlega mikið vægt að halda áfram að fýta vírus með vöppum og geta droppað og svo framvegis. Hinum einn, Gutti. Já. Við þurfum að fá frögg frá Gutta og við þurfum að fá þau strax. Já. Við geta ekki búið til 30 bombur og ofvirk. Nei, og hann er búið með sín. Það er allt í lagi. Komið nóg frá honum í billi. Já, Gutti þarf eiginlega að taka við keflinu og sýna ykkur smá rifle play núna. Hann var á hlið í senasta leik. Bókstallega, bara í 90 gráðunum. Spurning hvort það er ná að laga það. Já, annarkvort þurfa hann kolvi eða láréttur. Hvernig fannst þér samt additionið af þessum myndalum? Þú veist, þetta fannst þér ekki gefa? Mér finnst það geðveikt, sko. Mér finnst það alveg brjálað. Sérstaklega þannig í byrjun þegar hvað er allra besti. Sko, skrautlegasti maðurinn á sörunum er ofvirkur. Það er bara no doubt about it. Þetta er bara skrautlegasti maðurinn í deildinni. Já, sennilega. Þetta er svo mikil karakter og geggjaður. Að hann hafi verið frosinn með kameruna bara... Já. Shit, það er svo fyndið. Þetta er að finnast það sem ég veit, út af því að ég veit að hann á eftir að hlæja sig máttlausan yfir þessu, því hann er good sport. Ég var að setja þessa mynd sem prófælmynd á Steam, hérna á milli leikja. Nei, jú. Í alvörunni. Og ég mæli með að þið sem heima sitja gera það líka. Já. Þetta er mjög gott quality. Já. Nánaði með þetta. En, sko, það er til mjög skemmtilega myndir af leikmönnum Ármanns sem að menn nota sem profile pics, sko. Og fyrirverandi leikmönnum Ármanns. Já. Heldur betur. Gamer-dentið og glirun og þetta er nóga myndum af alls konar. Já. Allar samt mjög löglegar. Þetta eru fyndnar myndir. Þetta eru fyndnar myndir. Þannig séum ekki að gefa hana í skinn. En við erum komið til Ítalíu. Það er ísbíl fyrir aftan okkur og það er allt að fara á stað hér. Ójá. Vega. Við erum konum með bakið upp við vegginn. Ef að svo má orðið komast og þurfa að sigla inn hérna. Spottaður hérna en fær mikið info tilbaka. Smókur topneitt, menn sikkur meginn og vel að sjálfsögðu vel eða Thomsen en ofvirkur í bak. Ói, gegnum smók! Þetta er svo ofvirkslegt og svona stupun að ná. Hvernig fer hann aðeins, drengurinn? Muna það er svo litlu hann hérna á þriðja hann í hérna smók. Á með krossarinn á hausnum, vírusinn sem var með Holisonter, Gutti einn eftir, Duabarettas, en Duabarettas. Allavega, ofvirkur er komið myndalina í gang og sá ekki betur en að Gutti er komin í 90 gráðum og tilbaka. Ójá, Gaman að sjá. Þetta er fallegt.
En já, þetta er, ég ánægði með þetta. Myndavélarnar eru svo top quality content. Sko, Breiðablik Ármann og núna Vega Ármann, þessi leikir eru einhverjir af mínum uppáhalds mattsöpum. Já. Það er svo mikið saga á milli þess að leikmanna. Algjörlega ofvirkur þarna, sjáu hann. Allt upp á 10,5 þarna. Ó já. Bjarni. Það líka sér þarna bjömein. Greina ofvirkur. Þetta er Stór hættulegu maður. Já, þú ert ekkert að rugla neitt ómikið í þessum inn á server. Sjáu þið tannhjólinn snúast, sko. Er þetta B? Nei. Nei, þetta er bara alls ekki B. Hann er samt að rótið á B. Treyst þeim ekki. Thomsen og Pólusónder læsa sig í húsinu en á samtíma þá Bjarni að lappa upp miðjuna. Gæti mögulega hitt á tæmingið. Nei, jú til kastaði miðju Thomsen. Beinir þá augu sínu þangað. Thomsen 5-7, þetta getur gert stóran skaða hérna, close range, Já. step, en Vírus, og píkar, og Pólusónder, nei! Það er svo óhefilegt að landa í þessu. Furious með Gudda og þá eru 2 eftir Hundsi með full armor og deglu og það er skátinn og lítill armor á ofvirk. Ofvirkur opnaði fragg-reikningin hérna til að opna rándið en hefur ekkert fengið mikið action síðan þá. Snéru við af B. Nákvæmlega. En allt í góðu að halda skápnum yfir í næsta ránd. Og Að ræða við sína menn. sér hérna einn mann kominn á bíl á CT. Bara hann upp á bíl en droppa hann niður. Gott trackingið á. Hann er ótrúlegur. Þetta er ótrúlegur einstaklingur. Hann var að búast við hoppinu hann yfir síð og já, nánast. Þetta takkar Vírus, það er AK í búðinu. 5 skot eftir í svona skát, það er nóg. Alveg nóg, góð molli. Er ofvirkur að fatta hérna út á molla. Hann er ekki að bakka bara í dimma. Það? Náðu ekki að spreddast. Nei. Jæja. En 2-0. Vega byrja aftur. Þokkalega sterkt. 2-0 alveg eins og í Dust 2. Við munum hvernig það fór. Algjörlega. En þannig að fá þeir allavega örlítið þægilega ránd til að sigra og Vega möguleiki að komast í 3-0. Algjörlega. Skemmtilegt búst þannig að reyna að búa til eitthvað úr kannski engu. Þegar þessi móli fór undir. Ekki ofan á. Frökkinis er ekki að falla með Ármanni hérna en sensti leikmannin er í tennis. Nei, ég er í mark. Ofvirkur, feldur. Sjáu brosið, sjáu glottið á Vírus. Já. Það veit nákvæmlega að hann var að fella ofvirk þarna. Brosir hringi inn Pepsi Max. Hann er alltaf pabbi á vaktinni. Já, það er ýmislegt að Vírus hefur baukað í gennum tíðina. Já, heldur betur. Spurning hvað þeir ætla að gera hér. Vega 3-0 og það verður áhugavert að sjá hvernig hann spila. Top mid smoke þarna mjög. Vá. Hérna ofvirkur, frýtt fragg, enn og aftur. Þetta er svo galið. Og Stjáni Guli er bara kótið hérna en er bara 7 ljósar á bæþrúnum og er að falla hér fyrir ofvirk. Næsti maður er að falla líka. Ofvirkur að það gjörsamlega vera óþolandi í þessu leik fyrir Vega. Hann er ekkert að grínast þessi maður og er að krækja sér í senasta grípur í P250. Þegar vappin er ekki að púsla saman frökkunum þá grípur hann bara í M4-in. En Gutti fyrr til og nátt í 2 góðu mólana. Já, heldur betur. Svo þetta er áhugavert. Þetta er það er erfitt þegar að ofvirkur er mættur í þennan gír, í Inferno á vappanum. Þetta er ábyggilega, þetta er topp 3 gaurar sem ég nenni ekki að kvikni í, sko. Já, það eiginlega bara, það eru flestir inn á þessu server af þessum íslensku spilurum sem ég nenni ekki að hafa
Gjössalega og eldi á mótum mér. Topsi. Heitir þetta grensu. Gott jútilega á barna, það vantar ekki. Já, það er tilmæst. Ég held að sí, sko, ó nei, ofvirkur. Það þýðir ekkert að vera að grínast eitthvað þarna, hoppa upp á einhverjar tunnu. Nei, glemdu hugmyndinni. Sko þetta seinna skot ætti að gefa Vega einhverja hugmyndum að það væri ennþá fleiri. Bara 2. Það ætla að steki þetta. Gutti á enda á smókuflas. Ég held að sé í þessari röð leikmenn sem ég nenni ekki að skipta í. Það er Ofvirkur, Peter og Þorsteinn F. Það er svoleiðis. Svo inn á þessu server, í þessari röð, Já. Ofvirkur, Hundsi, Já. Furious og Vanker. Já. Já, og Vírus. Ég held að Furious er þið ofar en Hundsi. Aha. Já, hann er rosalegt eindag, sko. Hann er bara svo gamall. Hann er orðin bara 40, sko. Já, þetta því hann á börn. Já. Vissulega, menn eldast við það. Já, það er svoleiðis. Hundsi að finna Vanker, það voru 2. Stjáni Gulli og Vírus. The Yellow Man and the Virus. Getum við enskað orðin? Nöfnin, nikkin. Thompson, Hansi. Pólska undrið. Já, býtu, skiptir þú þarna við í íslensku? Það er uppeyðan, kallið minn. Já. Vanker, hvernig myndir þú þýða það á íslensku? Ég ætla ekki að gera það. Já, ég var næstu búinn að beita þín í þetta. Heiðarleg tilraun. Já, þetta var stránkæðileg til það. En Það hefur kannski ekki farið mikið fyrir því, en það eru 8 frögg á vöppunum sikkorum. Færri vappafrögg, svona þá Vírus. Já. Hvað? Ég náðu þess ekki. Það verður að klippa þetta, takk. Þetta var mjög gott. Þetta er fallegt. Sko 3-2 Vega pislur núna. Sko ég... Ertu að sjá þetta fara 2-0 Tómi, Ármann? Ég held að Vega ná þessum mapp. Ég er nokkuð viss það með þess að. Og þá förum við í Ísland. Þá er ég einhvern veginn farin að sjá þetta fara 2-1 Vega. Já, það getur alveg hugsast. Það verður bara að segja, þeir lítu ekki vel út á móti IA í Ancient. Þeir náðu enn og aftur að svona kreista fram sigur bara svona á þrjóskun eiginlega. Algjörlega. En mikið sem að leikmenn Ármanns eru þrjóskir. já, Það vantar ekki. það vantar alls ekki. Nei. Það er fáið sem gefa undan hana. Virkur bakkar. Og Virkur fær hérna fullt af leikmennum í mark og nær fyrsta. Nú er bara að telja. Og bomban liggur núna bara framan ofir. Hann hlýtur að fatta að menn sé að koma að CT. Það eru 2 leikmenn nær en einhverjum hér. 50-50. Nei, Furious gjössalega jarðar hann. Það vil hvorugu taka vappan hann. Þetta var voða krúllegt eitthvað. Thomsen með reloadi situr inn á einn á brotna flassi. Dýrmjörn Stjáni nær frækkin á Thomsen. Kemst inn á. Lífa. Verður að ná þessu frækki og það sem allra fyrst. En Stjáni Gulli er bara með bombuna í hönd. Oh! Og vinnur þetta skot allt í hérna. Einn á móti 2, einn maður í grifju. Og einn maður í húsi, lappar át húsi. Ó nei! Hundsi Stjáni Gulli! Er hann að fara að gera þetta með deglur? Hann er lág nær í Stjáni Gulli! Hann er komin á hlið, 4 frögg, Stjáni Gulli, gjörsamlega að bakka Ármann niður. Bara kinka kolli og bara I'm him. Já, him. Gjörsamlega, sestu. Það er Stjáni Gulli og allir leikmenn Ármanns hlýða. Það er svo leiðis. Það eru byrjað með litasöngin, gulur, rauður, grann, blár. Ó, já. Það er aldrei leiðis. Við erum búin að fá alls konar klötsir þvílíkur leikur, Tómi. Ég er bara... Sýndi sig bara örlítið í gennum smókin þegar hann labbaði út. Já, sást hana bara í olbúan á honum. Hundsi, ofvirku meina ég. Spoilerinn. Thomsen, Nova. Af öllum byssum. Já. Þá er þetta ránteglega bara farið. Vírus verður að gera eitthvað stórkvæmt þetta vapparum. Ekki úr þessu. 2 mönnum undir Vanker og
Bjarni þarf að heldur betur stýra sínum mönnum hérna í þessu rándi til að krækja sigur. Algjörlega. En það verður brekka að finna þetta ránd fyrir vekka. 3 á móti 5 í Inferno er alvöru vesen. Já, sérstaklega í þessu setupi. Það er ofvirkur í markónum með Vappan. Hann er alveg heill heilsu. Við erum með ennþá með smúka eftir, nei, bara fluss á Pólusondir eftir. Ná að bakka í aftalega vörð núna. Ég held að Vírus þurfa að finna einhverju lausnir þetta. Já, það er eiginlega bara 100% þannig Vírus með Vappan. Hann verður að gera eitthvað. Thomsen á svölunum með Nóvu. Spottaður hér. Flassar í tennis. Pólusondir inn á sæt. Gott flassar að góðu molli í grifina til að neita þessari stöðu, en það er bara engin Thomsen! Thomsen með 3! Hann er að græða peninga! Þetta er svo ótrúlegt. Gjallir hlægir að þessu! Þetta er ótrúlegt. Ótrúlegt. Kostar hann ekki bara, þú veist, $1,050 eða eitthvað? Nei, ég held að sé á 1200. 1200? Já. Hann fekk 1200... Já, borgaði þessu upp. Hvað er ekki, $900 fyrir frekkið eða eitthvað? Ha? 1200 sem hann Bessan kostar. Já. Hann fekk 1200 sagðiru. Og kannski ekki 900 kannski frekkið, sko. Nei, er ekki $900 fyrir frekkið? Ég veit það ekki. Veit ég hvernig það er. Mér minnir að það hafi verið nerfað í síðustu. Mér minnir það. Það var líka ansi mikið. Já, þið leiðréttu mig bara að það er rámt, en ég held að það sé komið niður í 400. Það er ekki bara hóttisökun. Þú voru að googla það. Má ég segja. Þeir ætla að tölta þetta upp miðuna, hægt og rólega. Það er bara halarófan. Ekkert annað sem að hugar. Thomsen smá prífæðir, en hittir enginn hér. Jóni Guli ætlar að reyna í svingið hérna, gott plass. En þeir eru í bait and switch setup í hérna. Þetta nær 2, en það eru 3 fallnir á A-inu. En þá 1 lifandi hins vegar. Pólusondir nær Furious. Og þá er Bjarni 1 eftir. Bombarinn á bakinu og veit af einum í pit. Og hér er Pólusondir að finna Bjarna 4-4. Tómið það er staðfest. Nova. Ég gefi þið 900 kall. Hver kill. En autosökkun 600. Það var eitthvað. Þannig að 2800 í killbónus fyrir þetta. Það er ekki neitt. Það er ekki neitt. Einar frændi minn. Drapir svona 4. Ég er samt ekki að grínast. Ég er búinn að eisa með Nova. Aha. Já. Það er eitthvað. Ég átti hellingapenning. Já. Og skemmtilegandi vendalega. Já, ég... Það var nýri leiknum þá. 2013. Já. Og hér gamla góða upp miðju Pislur. Ætla að elta Thomsen sem er í markó í þessu sinni. 5-2 frögg. Ekki fleiri komnir, 4 skot eftir. Já, það er best að ríla bak við vegg Thomsen. Skot að Pólusondir sé þannig hjálpinni sem og bróður hans ofvirkur Gutti aftast í miða að labba í bak. Það er ekki neitt í bak. 5 ránd til Ármanns á móti 4 veka megin. Veistu það, ég er farin að sjá þetta 2-0 Tómi. 2-0? Já, ég er farin að sjá það gerast. Já. Já, sjáu, Gutti kinkaði kolli. Já. Já, byrju, já. Mjög samanlega þessu. Já, það er kannski rétt í þér. Gæti verið. Já. En það er þessi maður á skjánum ykkar núna sem að þarf að finna svör. Bjarni, enda Furious líka. Þannig að rífa eins í þetta. Sem er pústa saman einhverjum fröggum. Það er eins og Vanker sem er ekki að Grensa er frábær og Bjarni fellir þetta í gegn. Gutti. Víður feldum þá er þetta 2 Þjóni Guli og Vanker. Baranskontrólir upp á 10,5 og Thomsen og Pólusondir eins og akkir þarna á A-inu. Það kemst enginn fram hjá 6-4. Ármann með algjöra stjórn á Inferno. Ójá. Þetta er 4 ránd í röð. Þeir eru ekki búin að komast nálægt í að brjóta peningin eða í
töluverðan tíma. Póli Sonders situr á $13.000. Þetta er innborgun í íbúð. Já, liggur við. Kannski einhvers staðar í Malasíu. Nei, ekki á Íslandi. $13.000. Já. Jú. Nei. Já, ég held ekki, ég veit það ekki. Hundin við fyrir 2, einungis 2. Hæ, hundin er jarðaður þarna aftast í miðunni. Stjáni Guli 3 í líf. Gutti búinn að púsa niður. Doppelsmók, einn framan og einn aftalega. Hoppar í kegnum þetta bara. Geti mögulega verið líka. Það er tæmingin á Tommy. Það er bara... Nei! Óvirkur fylgist með þessu. Þetta maður rétt á stað. Einn maður eftir Stjáni Guli. 3 í líf. Ekki 3 í líf. Og er að falla hér. Gutti fær borga fyrir að púsa með banana. 7-4 Ármann. Það er köld tuska í andlitið. Heldur betur. Mappickið hjá Vega ekki að fara vel en að termiðin enda Ármanns maskinan svona komin í gang. Veitum nú hvernig það er. Við séum það einu sinni tvisvar. Já, þegar þetta fyrsta klöts kemur það einhvern veginn eins og að vakna allir. Já, heyrðu, við eigum að vera að spila. Já. Ó, já. Góður molliðan í hús og virkur moll tilbaka. Mjög góð tímasetning. Vanger greina tilbaka. Takkar einu svona af mollanum. Það gerir svo til smá banakontról hérna. Gutti flassaði hérna banana, engan að finna þar, nær að bakka. Gutti, hvað? Þetta, já. Sirkustrykk hérna. Með AK rífur bara deglun og kíkir í Faisal, ég er ánægður með þetta. Gutti finnur frakkið á Furious. Skilur þá Bjarna fremstan. Banana eftir. Plass upp miðju, ofvirkur, finnur Stjána Gula. Ég verður að finna eitthvað hér sem að gerir ekki ofvirkur, heldur bara áfram. Þetta er bara ofvirk sjó. Heldur betur situr akkurat núna á 14 fröggum. Það er erfitt að slökkva í þessum vappa. Heldur áfram uppteknum hætti frá Dust 2. Heldur betur. Og virkur með vírus núna. Já, Bjarni, hristi bara hausinn. Já, hann getur ekkert gert í þessu. Hvað á ég að gera í þessari stuðu? Það er svo það er. Bjarni, 1 á móti 5. Ætti að finna að kutta hér. Nei! Bara alls ekki. 8-4 í hálfleik fyrir Ármann. Það var rauninni bara þetta degluklöts og pistolrándið sem að vinna. Restin var Ármann. Já, það er bara svo leiðis. Þetta er bara eins og skrifstofu starfsmenn að mæta til vinnu. Þeir eru pollrólegir. Það er svo leiðis. Það er ekkert verið að æsa sig of. En pistolránd núna og must win fyrir Vega. Það er ekki, ég held að pistolæti leikur, gamla góða, vírus með duals á banan og það feldur leið. Ekki tangs, ekki tigg. Ármann er að komast inn á bíð. Smókurinn fyrir CT, rétt svo tekur Pika til að tjekka hvort það sé einhverjar en eru komnir inn á sætið. Furious nær allan að einum tilbaka og setur pressu á bíðin. Gutti rakleiðis með rífrakið. Blokkinn er svo sterkur í CS2-mur að það er bara erfitt að eiga við þetta. Já, það verður að segjast. Stjáni Guli og Vanger 1-2 eftir. Engin kit. Það er flask. Það er armor á eftirlifandi Vanger. Vanger er mættur. Einn í höfbót í sundlaug, annar á banana. Og hér. Blokkinn særir og þá er Stjáni Guli 1 eftir. Og það er Hundsi sem að krækir það 9-4. Og þeir deila pistolondum. Algjörlega. En nú vandast leikur fyrir Vega. Það verður að segjast. Forsæli þetta ránd. Ég er ekkert svo... Jú, þeir verðilega að gera þetta bara til að gefa þessi séns í inn á leiktómi. Og það byrjar á því að einhver hnífar Bjarna. Já. Byrja vel. Já, byrja vel. Já. Sigurðansæðan er í 75. Ákvæmstgrænsæðan til að byrja.
en eru vel staðsettir fyrir þetta. Skilja gott setta bara í húsinu og verið gaman að sjá hvort að nei. Pólis Wonder hefur tekið óþarlega oft eitthvað hússetup. Óþarlega oft. Og veit hvað vont að láta býta sig í rassinn af slíku. Undsi að fara Entry. Ef ég þekki rétt, það var Entry á leiðinni hér. Nei! Vanger senstu hundur. Smókurinn kemur út og glöggi sjá það var engin smókur eftir á Ármann til að smóka CT þannig að rótið getur komið inn en þeir snúa við. Þeir ætla að fara á A. Ómyrkur komið í Marko Vírus með glæsilegt skota á Pólis Wonder en þeir eru með galopið tennis hér. Næsta Stjáni Guli fallinn. Já. Og þetta er alveg geralegt ránd. Gutti og Ómyrkur eru one hit á diglunni. Heldur betur og gætum séð leiðin inn á sætið. Sérstaklega sem að Ómyrkur er lár í pittana. Kristin inn á. Það eru verið vel samrændir að hurna núna. Ómyrkur í grifju með Galil. Byrja vel. 2-2 núna. Furious og Vírus. Ekki með kitt á bækinu. Tíma núna er virkilega pirrar og hérna er Furious að vinna Thomasen. Hinum meginn Ómyrkur í grifju. Ennþá lifandi. Alltaf verða Ómyrkur. Hoppar upp úr grifjunni. Furious finnur frakkið en tíminn er bara oflangt liðin. 10. rándi fyrir Ármann og það er að sjálfsögðu Lár Ómyrkur í pitt sem að spila tíman enn og aftur tekur rétta ákvörðun. Ef einhver að sjálfsögðu. Já. Sjálfsögðu Ómyrkur. 10-4 ég myndi alveg rífast hvort að maður myndi velja að kaupa aftur hérna. Ómyrkur er líka bara komin í final form. Hann er búinn að sökkva ofan í stólinn sinn. Það sést bara í hárið. Spoiler, hann er komin á kreik. Það er ríkaup inn í þetta hjá Vega. Ég er ánægður með þetta. Þetta er bara, við verðum að vinna þennan leik. Þetta er leiðin til þess. Jú til á banana. Olli Follen. Er ekki að gera ráð fyrir að Vega séu kaupa ennþá. Nei. Það er M4 og Smoke og MP9 á bíinu en það er erfitt. Er að reyna að halda eins lengi og getur í hennar Smoke. Já. Þeir eru báðir að jiggla og 1:10 á klukkinu. Núna verður hann eiginlega að fara að henda Smoke eða hvað? Núna. Hann er ekki góður. Jú, þetta er alltaf. Gutti. Vel. Furious er no armor M4. Nei, hann er með sko. Hann er með stórun armor og ekkert hann að Æ. Hann heyrir skotin lenda hann í Vanger. En það eru 4 leikmenn. Ármanns komin inn á banana. Vírus. MP9 finnir fyrsta. Getur bætt í það hvað? Í haus á annan en Furious ankorinn þarf að gera eitthvað hér. Verður. Það var að reloada. Hundi rappar til vinstri og nær frakkinn á hann. Þá er Bjarni einn eftir. Digla í höndunum og það er komið flank líka. Pólis Wonder að leita. Þurfum ekki að blanda bombunni alveg strax en það verður fínt að framkvæma svona hvað og hverju. Hundi, Bjarni er bara að fara að labba fram hjá honum. Blessaður og sætt Bjarni. Gaman að sjá því hér. Fyrir ekki sjá en hann M4 rífur upp AK-inn. 11-4 fyrir Ármanni. Sigur líkum fer dvínandi. Já, bara hrað. Já, ef við varum ennþá með hérna, hvað hétur maður? Vétís? Nei, hvað? Já, Vétís, já. Líkindareikningaapparatið þannig sem hann var. Ég held að það hafi í rauninni bara verið einhverja giska, sko. Ég held að það hafi verið Dói, sko. Já. Hann hefur verið hérna með svona slætir. Já, nú eru 17% líkur, nú eru 95% líkur. Ég ætla að henda þessu í 15% líkur. 9. Bara, það eru mjög litla líkur. Já, bara á að Vega sigri þetta í heild. Já, ok, 3-3. Feifur þetta samt sem áður. Ármann góði molli hana í boiler til að tefja á þessu ofvirku. Smúka það bara fyrir aftar sig. Og að sjálfsögðu. Finnur frækki hér á Bjarna 2 eftir Furious og Vanger. Held hann að við heilt í leikmannum að hlaupa í Palas líka. Geti verið. Húsinu. 100% með við allt það jú til. Já, Smúkur í húsið, Vanger.
Hann situr á dyglu og fullt af util. En þetta algerlega ógerlegt ránd. Virðist vera að Vega síðan bara að ekki að fara að ná að loka þessum leik. Sástu uppgjöfina í Wanker? Já, það sárt að þurfa að bakka á þessari stuðu. Já, sárt að vera að tapa sínu mappi og saglega stórt sjö. Þetta fyrsta skiptið þessi Hundsa brosa bara hérna. Hlæjandi og brosandi. Já, það bara kemur ekki fyrir, sko. 12-4, Ármann einu rándi frá því að tryggja sér sigur á móti Vega og halda í the unbeaten record. Ekki tapað mappi hingað til og það virðist vera að halda áfram. Sem eiginlega svolítið styrlað. Já, með hvað sumi leikir hafa spilast ansi nálægt hjá þeim, já. Það verður það að segjast. Það líka Vega svolítið underwhelming en það í Inferno djúpur smókubanan og ekkert annað util með því. Bara kasta smóknum frá sér þannig í eitthvað ekki neitt. Furious feldur, Wanker nær ekki rífrækinu. Alltof djúpur Wanker, Pólus Wonder nær frækinu hann. Bjarni eins og ennþá inn á þar 3K hér. Hlaupa allir í línuna. Nær 3K, rífur í öskuna. En nær ekki fjórða, ekki núna. Gutti á hins að 24 í líf. Hundurinn kominn á CT djúpur smók. Nær að bakkinn á séð eða hvað. Stjáni Guli og Vírus hinum meginn í retakinu. Stjáni Guli búinn að finna Gutta. Það var Hundsi einn eftir. Búinn að klötsa einu sinni risa ránd í þessu leik. Getur hann gert það aftur. Einn á móti einu núna. Vírus hinum meginn með MP9 af öllu. Í höndunum finnum frakkið á móti Hundsa. Nær að framlengja leikinum 1 ránd allavega. Það þurfti 3K og meira en það til að krækja í þetta ránd. Pældi hvað það sturlað samt. Já. Að hlaupa líka 4 á sé. Ekkert alveg stekt eða? Já, svona smá. Ég veit að Ármann vilja spila upp á að halda séinu þegar eiga B-sæti sem terr en að hlaupa 4 á þess að klíra sæti kannski. Þetta aldrei gróft. Já, mögulega kannski. Ískalt. Já. Já. Refreshing. Wow. Heldur betur. Íslenskt bergvatn. Mikið gott. Erum við að sjá það þarf bara svo mikið til. Já, erum við að sjá þeirra tempóbreytingu hjá Ármanni hérna? Ég held ekki. Þeir eru búin að vera aggressífur á banana til dæmis. Gætu hægt á leikum alveg. Já, vita að það líklegast til lítið að útili en Vega eins og þar kaupa frekar autoshotgun á Furious. Nei, ok, þeir áttu bara nógu útili. Já, 3 með fínt útil, Furious og Wanker. Eiga svona helstu hluti. Djúpusmók í miðju, engin niður miðju með því hins vegar. Það er raun bara hótun Wanker. Fóru hinum einn. Þoran fara framar. Ég held það. Kíkir hann og fundin af Pólus Wonder. Það sjálfsög. Gutti eitthvað röflaði mækinn hana. Litari yfirtölu. Stjáni Guli ennþá á hlið. Thomsen rétt misti af Stjána Gula þarna. Þá var hann kominn í góða stöðu. Gæti gert eitthvað, nei, Pólus Wonder með annað frækka ótrúlega hátt. Bjarni finnur rífrækki og þá vita að það er bara einn maður á aðeinu. Nei, það er einhverjum bakk. Vírus. Finnur ekki frækkið á Gutta! Nei, Vírus, Þetta má ekki gerast! Bjarni núna einn eftir, enn og aftur á A-sætinu. Hann allan að fyrsta. En það þurfti teamkill og þá Furious einn eftir með autoshotgun. Ok, Furious, autoshotgun. Alltof stór draumur. Lappar hann í henn smókin. Gæti við þetta fyrsta sem að gera, þá einn maður eftir Hundsi hinum meginn með vappa í höndunum aftast sæt. Furious bakka bara úr þessu. Bara það sem að Furious er að gera hér er að láta Hundsa og Fugsa. Hann gætur að koma tennis, hann ekki ennþá kominn. Hann lítur að vera Hundsi, núna, akkurat, byrjar að horfa tennis, gerir á fyrir hann sé að koma þar, sér hann í ennið á Furious, finnur hann frækki, nei! Furious! Þetta nákvæmlega það sem þurfti. 12-6,
hægt og rólega. Þá eru Vega að fikra sig áfram. En Ármann þurfa einungis 1 til að loka seríunni. Við erum að tala að þetta sé komið upp í 16% líkur. Gefa þeim... Sko, leiðu verið kominir í 10 ránd, þá gefið þeim comebackið. Já, en þeir eru samt sýt á 12 sko. Ármann er núna að taka taktikal. Yep. Þeir geta keypt tekkur og gert eitthvað mjög aggressíft. En þeir sita samt ekki í eitthvað frábærum líkum. Þeir eru búin að vinna 1v1. Áhugavert. Bjarni og Vanger sitja neðstur í fröggum en Furious langt neðstur í damage í Vega megin. Já. Áhugavert. Tekkur skynsamir jafna þetta peningin með 2 í loss bónus á það er fínt að ná planti hér. Það væri mjög svo gott fyrir Vega. Nei, Ármann fyrir ekki, ég er búinn að snúa þessu við sjálfur. Já. Það eru rugglaður, ég þarf takk fyrir að tæma þetta sjálfur bara. Vanger, hann leit frá í alvörunni, ég elska þannig að gera þetta. Vanger með gutta og þá er þetta fyrir eftir á banana, einn neðst í miðju, það er Pólus Sonder sem átt að halda bakinu en enginn kemur þar. Furious og þarna núna loksins. Þá er peningurinn aðeins byrjar að komast á gott ról hjá Vega. Algjörlega 12-7. Líkundarkonur í 19%. Já, ég ætla að fara upp í 23%. 23%. Right now, 23% líkur á að Vega sé að fara að koma sér inn í þennan leik, inn í overtime. Þannig að cirka ef við spilum þennan leik 4 sinnum þá vinnur Vega 1 sinni af 4. Ok. 1 af 5 í rauninni. 20, nær 20. Ná myndum við ekki niður í 20? Jú. Það ekki. Skulum gera það. Ég held að. Var í líkindareikningu allan daginn, út og inn. En mögulega síðast rándi í þessum leik, í þessari seríu komið í gang. Ármann sitja á 12 rándum, þurfa að vinna bara einungis 1 ránd til að vinna þessa seríu gegn Vega sem að er í raun, erum við að segja underdog, sigur, Ármann? Nei. Ekki séns. Það reyna aðeins að klóra eitthvað hérna út þér. En Ég held að vandalegt setup akkur núna hjá Vega. Ég held að vandamáli sé er að Guddi er búinn að rétta sig af og Stjáni Guli komin í gjörsamlega á hlið. Já. Það gæti verið vandamál. Það gæti verið vissinni. Já. En hjálpar oft að vera tiltæður sko. Hér Pólus Sonder fremst í A-húsi að leita. Gæti verið Stjáni Guli að sá þarna í mittið á honum einhvern veginn. Kyrlæti fær floss út hús, enginn að kíkja þar. Vírus og verður að hitta þessu skotum í þessari stöðu, bara verður að hitta þessu skotum. Enginn kominn mark og þeir hljóta að fara að fatta að það hlýtur að kveikna á einhverju fattar núna allavega. Mollin hins vegar hægir á þeim en smókurinn kom fyrir sín. Vanger inn eftir núna að vera að spamma smókinn inn á pík, koma og Vanger nær engum. Bjarni. Ok, 3-3. Vírus hittir ekki þessu skoti. 2-2 núna. Pólus Sonder og Guddi á móti Stjána Gula og Bjarna. 9 menninni 2 í Vega á móti Pólus Sonder og Gudda. Bjarni gerir vel og Stjáni með Pólus og þá er það 8. rándið. Bjarni er á eldi. Já, það er svoleiðis. Bjarni 3 frökk í þessum hálfleik. Þessi impact frökk hjá honum í þessum rándum sem þeir eru að vinna er ástæða fyrir að þeir eru að koma tilbaka hérna. Já. Og Virkur situr á 20 frökkum langjafstur í sínu liði. Hinn er allir í kringum þetta 15. 14, 15. Þetta er bróðulega að skipta á milli sín. Björni náðu ekki að gera mikið að það samt hjá Vega. Bara ekki neitt. Nei. En hvað erum við ekki yfir þessu líkindu núna? 27? 30? 30? Það er góði. Eitt af hverjum 3 skiptum vinnu Vega. Það eru 10% eftir. Já, ok.
Ok. Já, þú veist, já. Eitthvað svo leið. Í 1,1 af 3,3. En hér koma þeir hins vegar Ármannsdrengirnir Vírus störflundi fyrir fyrsta rakkið, verður að hitta þessu skoti, þetta er svo hættulegt. Vírus feldur, Bjarni feldur, Furious og Vankir og 2 eftir á móti 2, Pólusondur og Hundsi hinum einn. Grensan er góð. Grenna, Furious ætlaði í gegn, gera það eins og það ekki. Furious. Það er Vankir eins og það sem nær Insa. Furious. Vappin mundaður. Rýpur í tekkuna. Rýpur hún í bombuna, ætlar að planta ekkert fake plant hér. Æða ekki með smókin og auðvelt frag. Það er 9-12. Ármann ennþá í forystu og eiga gott kaup í næsta rándi. Algjörlega. Getum við talað það hvað Vírus er shaky á vappanum? Já. Þetta er ekki gott ef maður er í veka Vírus svona. Það er bara hapa glappa hvort það sé að hitta þessum skotum sem hann hittir vanalega. Vissulega, ofvirkur hinum meginn kom með vappana sína hendur termegin. Þetta sáum við aldrei frá Vírus. Hvað Nei. er held? Nei, ekki svo ég mun eftir. Við erum líka að byrja að sjá að þessi ofvirk aftur. Það er eitthvað fallegt við það. Já. En spurning hvað Ármann bjóð okkur upp á hér. Nóg til að pening, nóg til að jútili. Nei, aðeins hart í árunni hinum einn. Stjáni Guli á ekki flass. Hægt að droppa á flassi, gef þeim það. Annars er það full jútil. Ef að Stjáni Guli fær ekki droppa á flassina þá eiginlega verði ég bara brjálaður. Já, svo auðvelt að gera það. Byggjum flass bara. Getur ykkur droppa flassi? Já. Og eitt flass getur breytt leiknum. Höfum séð það. Við höfum séð það oftar en einu sinni. Já. Vappin postaður upp í topp mitt, sjá hvernig ykkur krossi, en enginn gerir það. Það er fullt af jútil hjá Veka til að eignast bananan. Virkur fann að smóka á sig og Vírus nær loksins að opna með vappakeli. Það er mikilvægt að Vírus verði stóra á þessu vappa. Og virkur hinum meginn að leita. Vírus kominn í markóinn aftur, búinn að vera þar ítrekkað. Djúpusmókur í banana. Þetta leifir Furious að róti þetta í burtu og koma yfir á A-sætið sem að vissulega er þar sem að Ármann er að koma. Þeir eru bara 3 eftirlifandi í liði Ármanns. Eru þeir í alvörunni, Tommi, að fara að bakka og halda byssum? Nei, getur ekki verið. Það getur bara ekki verið. Þeir eru bara rótið að lunguleiðin að B. Nei. Ha? Já, þetta er í fyrsta skipti. Þetta er vandamáli við Inferno. Peningaleikurinn er svo rosalega erfiður. Ef þú missir stjórn á peningunum í terr og þá verður þú bara að seifa í akkurat þessu rándum til að eiga séns í að vinna þennan leik. Já, ég meina, þeir eru með þessa 3 riffla, þeir geta ekki droppað byssum, sko. Já, það er bara málið. En Gutti getur allavega keypt AK í næsta rándi. Mögulega, ég veit ekki. Gutti getur ekki, já, Gutti getur ekki Jú, keypt AK. Já, það er Monilós. Thomsen ætti að, já. Thomsen, Galil, Armor. Bara að ná þess að byssu er risastórt ef hann fær eitthvað. Nær engu hins vegar óheppinn hann að Bjarni. Þeir geta breytt leiknum til muna. Heldur betur, það er 10-12 hins vegar Veka. Þeir eru konir í dauðafæri og nú skellum við þessu bara rakleiðis á 45% líkur. Það er það mál. Við erum komin í þangað. Já. Ég byrjaði 9. Já. Algjörlega. Sko, comeback hjá báðum liðum í báðum öppum er risastórt. Furious með set plus á banana og virkur reynir í frakki, finnur það hins vegar ekki. Saman með Vírus hinum meginn. Smókurinn á bíl. Það er enginn að fara að pússa í gennum hann alveg strax, en þetta er B-play. Lítur þannig. Það er bara svo leiðis. Og það hefur gengið trekk í síðasta rándið þar sem Ármann fór á B. Þá var Bjarni aukalega inn og sagði þetta fela sig og fann 3 í bak. Já, það var í rauninni eina sem að bjarga þessu rándi fyrir þá. Ó já. Eru með glænýjan smók akkurat núna. Þeir eru að kalla Bjarna yfir á B í staðinn fyrir Vírus sem er á vappanum í marku og halda miðju. Þetta er
örlítið lesið. Smókur í tennis, það er bara að fara að selja þetta alveg. Nú er Vírus ennþá með vappalínu. Já, já. Það er engin, nei, Bjarni má ekki rótið út frá þessu. Nei, Bjarni að rótið yfir aðeð mögulega. Allt og selt. Mögulega. Okkur gefur þetta niður. Þetta tefur það ennþá meira. Svo nú verða veka að ná í eitthvað info. Verða að gera það. Er ekki að því hins Þið vegar. klíruðu mixið. Mixið er klír. Núna er Bjarni komin aftur bara í Nike Freerun, sprettir yfir á B, en bomban er komin neðst í ramptopi. Double molly til að loka á þetta B. Bomban komin í miðjuna, Vanger búinn að finna Thomsen. Ármann eru að spila þetta frá Þetta sér. er ekki fallið og Vírus með fyrsta. Nær að bakka frá Marko. Það er einn í tennis að halda því. Eða í grifju öllu hellur. Stjáni Guli situr þar stóiskur en tíminn er bara liðinn. Þetta er annað save. Ég á ekki orð, Tommy. Hvernig Spiluðu frá sér með lélegu time management. bara með því að virða einn smók á B-inu er þetta orðið 12-11 veka einu rándi frá því að koma sér í overtime. Já, við vorum ekki að tala um það. Núna getum við hins vegar sagt að þetta eru 70% líkur á því að þetta fari í overtime. Ég ætla bara, já, Peningurinn ég er að segja meira, 80% líkur. Peningurinn er 85%. lélegur. Thomsen þarf að sætta sig við að vera á Mach 10. Þeir eru allan með vappan og ofvirk. Hefur hingað til ekki verið að krækja í frögg á honum. Sjáum hvort eitthvað breytist hér. Ef einhver tíman ofvirkur, ef einhver tíman og ætla að gera eitthvað ótrúlegt í Terr sem Inferno leikmaður. Það voru núna. Hann klúðrast örlítið. Vírus punktur hann örlítið niður en Marko alveg galopið. Hér eru þeir að falla tveir og hérna er þetta alltaf að falla spilaborgin að falla í síðasta rándinu. Það er bara einn leikmaður eftir og það er Furious. Furious 1-5. Þetta er ógerlegt ránd. Það má slökkva á sviðsljósinu og bara kalla á menn heim í mat. Þetta er búið. Það er bara, Líka þetta er einhverjum veginn að heldur betur sveik okkur hana. ó já, Thomsen rifur upp glokkin í burst mode. Ofan í miðju er Furious. Þannig að finna fjóra í viðbót, þarf að finna sem átt F á bombuna. Getur ekki gert það. Það er sama hvað gerist. Unnur ránd. Ármann búnir að vinna þennan leik 13-11. Erfitt var það, Tommy. Vá! 13-11 og já, þegar við rýnum örlítið í þennan leik, þetta byrjaði rosalega vel fyrir Ármann. Alveg svakalega vel. Það er nefnilega málið. Ég hélt að Vega væri bara búin að leikast á liðina í 90 gráðinu eins og við sáum. Stjána Gula allavega. Já. Og gefast upp, sko, en heldur betur ekki. Já, heldur betur ekki, en við ætlum samt sem áður að heyra frá einum stór höfðingja, honum Magnúsi Vírusinni. Spoilersson. Spoilersson, já. Já, Það ég til í það. Við getum spurt hann allan hvort hann líki viðurnefni, en ég gengd aldrei út frá því að menn veljast ekki viðurnefni, sko. Já, mér er alveg saman hvort Já. hann líkir það vel eða illa, en fáum hann allavega inn. Já, sæll og blessaði Vírus. Sælir strákar mínir. Hvað segirðu þá? Bara, þú veist, svekkjandi auðvitað, fyrst og fremst. Það er bara heldur tilfinningin sem að maður finnur. Þú veist, Ég get vel trúa að þið líði hálf óþægilega og svona svektur sérstaklega eftir fyrsta mapp. já, fyrst að maður bara, árum voru bara geggja, þú veist. En þessi Inferno var bara, þú veist, mér fannst þetta vera bara við að spila ekki leik, þú veist, árum átti í rauninni engin move eða play í hérna Terr. Já. Þegar við föttuðum bara hvað við vorum að gera start, og við töpum eins og rössi, sko. Já. Þú veist, það bara, og það er mér, þú veist, ég er að halda tennis hérna og ég vil fara úti og hérna þeir keyra Marko. Þú veist, bara Þetta, klúður. við getum allavega sagt að þetta tapast ekkert endilega á þér, þetta tapast á okkur öllum í fyrri hálfleik. Já, ég held að við höldumst alveg frekar á það. Bak við þetta Inferno pick,
var playbookið bara ekki nóg djúpt eða voru bara öll svör? Sko, þú veist, þetta Inferno, við getum alveg farið bak við það, sko. Þú veist, við erum búin að spila Inferno vel og við finnum Inferno. Þú veist, það sem að gerist er að þeir spila sem bara þetta verður. Þeir bann okkur að koma til landið, skilur. Þeir bara eru alltaf með byrkjum sem að hérna, þú veist, það bara þetta dílverð. Já. Og ef við leiðum upp með það bara, þú veist, það bara var þetta hálfleikur eins og það var. Þú veist, við vinnum alltaf 4 frá fyrstu 6 eða eitthvað og svo fyrir það. Og það er bara út að góða akkurat þess að þeim. En svo aftur á móti akkurat öfugt, þá voru bara múraðir niður í tærnskilu og það var til að til senasta landið. Já. Þið henduð í gamla góða Uno reversið. Já, þú veist, við áttum alltaf þetta inni að geta sýnt. Við vorum ekkert að fara, þú veist, að 12-4, þú veist, við vitum að við getum komið tilbaka, við vorum bara erum með þannig leikmenn eins og liði. Og þú veist, já, þessi, þú veist, Inferno var, þú veist, við að skýta á okkur Dust 2 Ármann að gegja. Algjörlega. Dust 2 Ármann að gegja þetta byrjaði náttúrulega alltaf á einu skemmtilegu voffaklötsi. Þetta er eitthvað sem þú kannast óþægilega við. Já, þetta var góð skot hjá Alla, sko. Við geggjaði sem var í blanda að hægja hundina, sko. Skemmtilegt. En jú, þú veist, það ránda náttúrulega ekki að gerast svona, sko. Þú veist, það var liðlega að spila á stórkan fyrir það bóðir, sko. Það var ekki svítast á svíksir, sko. Mér langar að byrja smá tradition við menn sem að koma í viðtal. Magnús, hver er MVP leiksins? MVP leiksins er Óli Ófurkur bara án nokkuð svo. Hann karriaði Ármann í þessari seríu. Ég held að það séu allir sammála því. Hvernig fannst þér additionið á player camps? Það er náttúrulega út eftir að horfa á leikinn, þú spilaði hann náttúrulega. Já, þú veist, þetta var fínt, sko. Þetta var minna rætt. Ég, þú veist, bjóst kannski veldir eitthvað versa. Það er ekkert versa. Það var eitthvað link og auðvitað connect. Já. Svo bara gleymur myndan þetta pæliðinu, sko. Já, við sáum það nokkru sinnum. það er bara hráar tilfinningar, það er bara skemmtilegt. Já. Það er svo leiðis. Er einhver leikur í deildinni sem að þið svona hlakkar sérstaklega til núna þegar þú horfir fram á við? Já, þú veist, það er nú verið, þú veist, Ármann núna fyrsta lið sem vinnur okkur fyrir utan Dusty og Dól síðustu 8-9 mánuðin held ég. Við vorum búin að vinna Dusty hins, við hefum aldrei vinnið Þór, þannig ég er mjög spennt fyrir Þórsleiknum að kannski hans fara að breyta því að Nokkuð vissum að við séum að sína frá þeim leik, en Maggi Vírus, takk kærlega fyrir komuna og gangu vel. Já, takk sem við. Takk. Alltaf gaman að heyri Magga. Það er bara alltaf gaman. Geggjaður. Það er bara svo leiðis. Sko, þegar við hlustum á Magga sjálfsög, þegar við báðum hann MVP, það er engin annan sem kemur til greina. Það er bara einn maður í ofvirk sem var gjörsamlega að vinna hann leik. Þú veist, Dust 2 performance hans var bara, þetta er eitthvað sem ég hef séð bara svo oft frá honum að þetta er eiginlega hægt að koma mér á óvart. Þetta er, þú veist, og þegar þetta kemur ekki frá honum, þá eru eiginlega bara vonsveinir, sko. Bara, var ekki 3K á 3 gauri í Olboa? What? Hvernig fór hún að því að tapa þessu? En það er bara þessi hluti sem að hann er ógeðslega góður í. Það er náttúrulega, hann er með vappan, ógeðslega góður að lesa leikinn. Þú veist, hann er bara góður að spila sig út úr ómögulegum aðstæðum líka. Það er eitthvað svona rosalega stór hluti sem að hann er góður í að gera. En Ármann halda ennþá rekordinu sínu, hafa ekki tapað mappi. Það er huge og já, ég veit ekki, mér finnst það að vera ákveðin svona nappur í hérna, ég man ekki hvað það heitir, hérna í kragan. Já, í kragan, bara nappur í kragan, já. Nei, nappur í eitthvað, ég man ekkert hvað þetta er, ég er ekki íslensku fræðingur, áfram Ísland. Áfram Ísland, á þeim orðum þá ættum við að kíkja hins vegar á, hvort að stöðutaflan sé tilbúin. En eigum við kannski leiki næstu viku? Já, við eigum það, ég veit það. Við hljótum að eiga leiki vikunar algjörlega. Því að við vorum að sjá það áðan.
Að sjálfsögðu þá Venus EFA lokið, það er ekkert að sjálfsögðu, við horfum ekkert á hann. Fór 2-0 fyrir Venus, hlakka til að horfa á þann leik, liggjandi yfir mig að áðurinni fyrir að svo ákveðin vögguvísa, svona undanfarna vikur. Í næsta fimmtudag fyrir þá Dusty Ravík, Kano Saga og IA Þór og við munum sýna frá Kano Saga. Það verður skemmtilegt og það verður áhugavert að sjá hvort að Kano haldi uppteknum hætti. Sko, VJ búinn að vera gjörsamlega á eldi, Venus honum við hlið og það rosalega skemmtilegt að horfa á þetta dúó bara eiga við deildina, svona einhvern veginn einir, vantar hjálp hana. Aldursforsetana í Kano að reyna þetta eini síns liðs, nánast. Já, Nonni búinn að vera góður. Kölluður náttúrulega sjálfsögðu eftir pressa í pottinu að hann þurfa að fara að sýna sitt true form. Það bara svo leiðis. Það bara nákvæmlega hannig. Yes, sir. En hér kemur stöðutaflan. Ármann í fyrsta sæti. Höttur krækti sér samt í sitt 4. stig og með sigri á Venus. Dusty, Þór, Saga, Kano, Ravík, IA, öll leik núna á fimmtudaginn. Já, og þessi stigatafla mun breytast sennilega helling. Já, þú veist, þessi lið fyrir neðan Hött eiga náttúrulega eftir að taka innbyrðisviðurnir og við höfum eftir að horfa á meðan annars minnum við 3. október Venus á móti IA. Já, mér minnir það. Sem eru áhugaður viðuregn, sem að við munum horfa á, sem að, síðan byrjum við að horfa á meira svona toppinn og ef ég ætti að setja það einhvers staðar, þá væri það svona cirka þessi lið sem við horfum mest á. Já, það bara, því miður það bara svo leiðis. Við erum bara fáum 2 leiki í viku. Yes, sir. Þannig að við þurfum að velja vel og við höfum valið vel hingað til, Jón. Það svo leiðis. Það verður að segjast. En hér úr stúdíónu í Arena þökkum við kærlega fyrir okkur. Búið að vera frábær leikur. Fengum player cams í fyrsta skipti sín á stórmeistaramótinu, í fyrsta skipti online og við höldum uppteknum hætti á fimmtudaginn. Takk kærlega fyrir okkur.